frétta? Ég var alltaf með mína sko. Það var upp á þetta minni. Við Darby! Hann sér með snjóbolti! Leap to, I am a robot. Now Windbreaker attack. Witchstalkerinn að slátra eftir Ultrakill. Nei. Það er prófa sopp upp í okkur hérna sko. Komið sæl og blessuð. Fyrsta umferð Krafturdeildar 5 í fyrstu deild. Og ég er mjög ánægður að vera kominn aftur. Já. Velkomin að viðtækjunum. Á nýju ári. Já. Núna er að fara af stað viðuregn hlutverkasetursins á móti Rím. Já. Hlutverkasetrið er Arena. gamla Arena. Arena Gaming. Arena Gaming. Búið að breyta því. Og við erum með best of 2. Já. Eins og fyrirkomulag er núna og það eru einhverjir leikir búnir í þriðju deildinni. Núna er fyrirkomulagið að það eru 3 deildir. Þriðja deildin er opin. Já. Fyrsta og önnur voru röðuð eftir bara fyrra móti. Já, bara eftir styrkleika. Já, út frá fyrra móti. Já. Þannig að en eftir að horta á okkur og við vorum að lýsa leik í þriðju deildinni þá er þetta svolítið mikið bara 3 mjög sterkar deildir. Já, mér hlakka nú til á endanum þegar þetta er aðeins búið að mixast, búin að droppa niður, Já. koma upp. Það er svona jafnari deildir. Sko. Ég held að þetta fyrirkomulag sé eitthvað sem muni halda áfram. Já. En árunum höldum áfram. Já. Erum við aðra viðuregn. Já. Er það ekki? Það er önnur viðuregn. Það er á milli 3 Pringles dolla. Hvað er besta Pringlesið er viðuregn kvöldsins hjá okkur? Og ég fæ að vera svo heppinn að Nei. bragða á þessu. Við smökkum þetta saman. Það? Við erum með Buffalo Chicken Wings Pringles sem við ætlum að smaka. Ok. Við erum með Cheeseburger Flavor sem við ætlum að smaka. Svo erum við með Loaded Fries Flavor sem við ætlum að smaka. Ok, svona ef ég væri út í búðu núna að kaupa svona á pappír. Já. Þá myndi ég örugglega að prófa ég veit að þú myndi að fara í Buffalo Chicken Wings en Já. ég væri spenntur fyrir Loaded Fries. Herru, þá byrjum við á því. Ok. Við byrjum á að taste testa Loaded Fries Pringles. Já. Og taka smá smelltest með líka. Já, endilega. Smella þetta smellar alveg eins og Pringles. Já, en ekki alveg. Það er alveg Loaded Fries smell af þessu. Herru, pringla okkur upp. Pringlum okkur upp. Skál. Klink. Ég þarf að vera annan strax. Við verðum líka að vera það með að það heyra krönsið, ekki setja mækinu upp, sko. Já, það er nú að heyrist krönsið á þér, sko. Doppel kröns. Ok, eitt ró. Ok, I like it. Herru. Loaded Fries, bara mjög gott. Mér þeir að slæmtu að setja lókusum, en okkar er meira. Ok? Það taka þetta tíðin. Já, geif mér þetta. Herru. Hendum okkur í Cheeseburger Flavor. Er þetta burgerinn? Þetta er burger. Ok. Skulum smakka þetta. Ekkert smelltest eða? Herru. Maður má ekki gleyma þessu. Nú er ég spenntur, sko. Herru. Það er smá svona McDonald's hamburgerlykt af þessu. Herru, já. Þetta er smá... Wow. Það er smá pickles í þessu. Það er pickles í þessu, sko. Já. Herru, hérna. Okay, taktu 2. Ég tek 2. Ok. Ég held að þetta sé gott. Bingo. Já, klang. Maður finnur nákvæmlega. Það er McDonald's bragð. Já, það er smá McDonald's í þessu, sko. Já.
Það er allavega burger flavor af þessu. Já. Ok. Heyrðu. Býtu, ég verð að fá mér sopa. Ég verð að hreinsa palettina. Ég líka, það sem að lýsendin Adam er búinn að biðja eftir í allt kvöld, sko. Buffalo chicken wings flavor up next, sko. Ok, ég ætla að geyma þennan líka. Mér langar í þetta á eftir. Já, takk þú bara öll snöggin. Ok. Ok, ég veit að þetta verður your favorite, sko. Já, ég veit það líka. Úff, þetta reyndar ilmar ógeðslega vel. Ég held að Ég er með 2. Nei, ég er með 2. Ég er ekki svo gráður, sko. Þú ert með 2 annar. Ok, þetta er og. Já. Já. Ok, þú veist, á sama tíma og ég ég held að ég væri komið með clear favorite eftir hvernig veit, sko. Já. Þessi er með smá spicy, sko. Einbeitt eftir þessu. Ég veit að þú elskar þennan mest, sko. Ég kom með annan. Kom með annað í hægri. Já, gef mér það. Þessi vinnur. Já. Eða ekki? Já. Vördugti mitt er allavega Buffalo chicken wings. Mæli með. Sko, það sem ég fílaði við þessa samt var að þeir voru svona svolítið nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér og ég get alveg sé fyrir mér. Þú bara sást þetta og varst bara, heyrðu, þetta er örugglega eins og McDonald's hamburgari. Já, og þetta var það. Það var það. Nú langar mig eitt loaded fries aftur. Guður, þú ert að fara að mix and matcha hérna í allt kvöld. Ég geti að setja þetta fyrir mér í skál með bara alls konar. Já. Herri, ég ætla ekki að smjatta meira. Þetta er gott smjatt samt. Buffalo wings vinna en ekki jafn stórt og ég hafði haldið fyrirfram á pappír. Og ég veit hversu mikill Buffalo wings þú maður þú ert. Já. Já. Þetta var allt bara gott, en mér fannst þessi ég myndi fara í þennan. Já, það var smá kick to it. Já. Sem gera sigurann. En þessi mega nú alveg verið mynd, sko. Ég mun bara borða það eftir þegar leikurinn byrjar. Nei, ég bjóti glósur og ég er búinn að týna þeim. Herru, við erum að fara í Það er bara 10 seconds remaining. Já, við erum að fara í draft. Þetta er bara komið af stað, heyris mér. 5 seconds remaining. Og það er byrjað að bannar Víver. Já. Ingimundur er leiðilegur Víver. Hann hefur verið óþolandi. Já, þegar við spilum á mótunum. Ingimundur. Já, sagði ég eitthvað annað? Ingimundur. Já. Mér finnst það svona að gefa í skyn að hann heiti Ingi, sem hann gerir ekki, sko. Jú, núna. Og Nature's Prophet. Þeir ætla bara ekki að leyfa Ingmund að fá... 10 seconds remaining. Ekki að hann heiti Ing heldur. Jú, hann heiti Ing Jónsson. Ing. Víver og Furion bannaðir og Razor. Já. Razor er ekkert eðlilega pirrandi hitja núna. Já, hann er ekki búinn að ganga vel í okkur. Ganga bara hjá mér heldur í solo. Já. Solo warrior, sko. Skæra sömulegis sterk hitja núna. Það er eitthvað við, ég veit ekki, bara early damage á lane. Já. Skeilar, bara, þú veist, allt í lagi. Snær alltaf að vera gæinn sem fær sér hex og er bara þrett. Já. Sama hvernig sem er í leiknum. Já, hann er líka bara að dundra í mann Arcane Bolts, allt leinið og maður er kúkt. Einmitt. En mér fannst svona skærað fyrir einhverjum árum og það getur verið 5 eða 10 ár síðan, ég man ekki. Já. Sem hann bara svona náði einhvern veginn ekki að skeila hjá vel, sko. Nei. Mér finnst það núna bara að vera frekar sterkur setna, sko. Þeir banna Viperinn. Bergur fær ekki Viper. Engin Flying Viper í kvöld. Finnst Viper vera svona hetja sem, þú veist. Hit or miss.
Já, þú veist, en Eða sko, Þú miss þú or unkillable. svolítið. Já. En, já, pointið mitt var að þú veist, þú getur pikkað hana og bara svona, ok, þú veist, ef hún tapar lane þá er þetta ennþá Viper, remaining. Já. þú veist, getur ennþá ættalega að ná að farma, Já. Svo fær sér ax og Já. gerir eitthvað. Þetta nýja bild þarna að sleppa kúinu og vera bara einhver tankistrákur og Já. hrækja á jörðina sko, Ég er samt, þú veist, það er gott. ég fíla alveg að taka einn í kú, sko, stundum 2 á lane, Eða 4. nei, og svo bara stats. Þú veist, helst, þú veist, ef þú ert að dominata laneið það mikið, en þú dominatar laneið eiginlega ekki nema að taka allavega Radiant team pick. level 1 kú, sko. Ég allavega persónulega myndi aldrei taka stats yfir annað kú sko. Ég myndi alltaf taka stats yfir annað kú. Ég er mikill hrækjari sko, heyrðu það er bara Largo. Það fyrsti í Largo. Já, fyrst í Largo, Í íslensku pro-dota senunni. Moisla með örugglega mestu Largo leikina á Íslandi. Hann er líka með Largo body type. Nei, er það? Nei, joke. Ég held að Moisla sé Ah, alltaf. nei, Þú með panda body type. ég er með panda body type, já, ég er að grínast maður. Já, Hann er flottur. já. Ég er að nálgast Largo body type by the way. Já, þú ert í hérna, sjáðu allir á skjánum sko. Já. Held allir þetta verið þú líka sko. Já. En hérna, Radiant team back. Moisla með langflestu Largo leikina búin að vera að spila hann mjög mikið og Já. svona, þú veist, ég held að hann eigi svona 20 vinst í röð, 20 loss í röð. Ég held að það sé svolítið Já. solo queue dæmið, en að spila Largo og nú er ég örugglega Seconds remaining. annar eða þriðji mesti Largo spilarinn á landinu. 5 seconds remaining. Þetta er bara eins og að spila Wisp. Þú veist, það er bara ef þú ert ekki með liðið að koma með þér Já. og gera sig, ef liðið gerir sér ekki grein fyrir hvað þú getur gert, Radiant þá er þetta team ass hetja, back. sko. Mhm. Þannig að, hérna, maður þarf svolítið mikið að vera í 5 manna Dota til þess að nýta hann sem best, sko. Þú ert ekkert með tónleika og enginn með þér, það Nei, er allir einmitt. að vera með sko. Já, þú veist, og bara eitthvað að glamra á gítarinn einn, sko, Já. ef þú ert í solo queue og allir hinn er alltaf bara að vera að farma. Remaining. Já. Það vill glamra með vinum. En 5 seconds Íslandsklukkan. remaining. Já. komin í hlutverkasetrið. Offlane, klokk, eins og við sáum í gær. Já, eins og við sáum í gær í þriðudeldinni. Shoutout Bob 12. Já, Bob 12 átti stóran leik þar, sko, Team pick. bara með að hafa ekki kastað inn hvíta flagginu, sko, Já. Með að þrauka. með 4,6k net worth Já. hérna á 40. mínútu. Já, þetta var mínus andleg heilsa, sko. Já, En ég hef nú þetta verið og svo unniði næstu því. Svo unnur næstu því. 10 seconds. Mæli með að pull up þriðju deildar hérna Germ á móti Leftovers. Ok, Það þú var veist, rosalegt. er þetta samt ekki alveg lane? Clock Wizards á móti Largo. Þú veist, who cares? Að Largo sé eitthvað að fara að svipa þig og 10 seconds remaining. svipa þig, hérna sleikja þig eða hvað það er. 5 seconds Ég held að þeir geti núna hóta þessu leini og ef ekki þá bara draga þær eitthvað annan support sem hendar betur, en á sjálfsögðu er Rím ennþá með Largo. Þú veist, Moisla gæti farið á annar lein. Ég held samt sko að Largo er mjög manna heavy sko. Maður á aldrei manna á þessum kall. Ná honum inn í koksinn og kasta honum aðeins á milli gæti verið frekar slemmt fyrir Largoinn sko. Hann þarf að kaupa mikið af mangóum og halda uppi manna. Já, það er enda góð punktur. Þannig að ég er bara spenntur að sjá hvað þeir velja sko. Já. Talandi um tvær hetjur sem fíla að spila 5 manna Dota, hvernig væri bara Largo offlane með Wisp? Það er allavega ekki margir að fara degi í kringum þá. Nei, það er pælingin, sko. Bara eitthvað chilla og farma. Radiant Já, ég held samt að það gæti ekkert verið
allt og gott sko, maður eitthvað svo ógeðslega mikið að chill og farma sko. Já, það ekki mikið kill potential. Og svo kemur bara eitthvað spila á gítar þegar þú teleportar sko. Já, Þarft axinn eða þú ætlar í eitthvað svoleiðis sko. Það þyrfti að vera einhver core með sem maker sense fyrir vispin sko. Já. Ég að hugsa sem bara að halda sér á lífi á leiðinni. Banna að deyja. Banna að deyja sko. Já. Floris lava. Lane. Já. Það Underlord. Underlord. Solid á móti Wizards. Svona. Þannig séð. Já. Dire team pick. Allt DPS. Þeir eru alltaf að vera þykkir í rím sko. Já. Það verður með mikið HP. Já. Beastmaster sterkur núna maður. Timber svo. Mér lefur svo að Beastmaster sé aftur jafn sterkur og hann var þegar hann fekk axinn fyrir mörgum árum. Rommunar þarna. Já. Þú veist, af hverju hann allt í hennu orðinn svo sterkur aftur? Ég bara svona sé ekki tölunar á baku það. Ég finnst það bara Brewmaster núna að vera í bullinu sko. Já, sömulegis. Þú veist, það væri alvöru rýmdraft eða þeir myndu að taka brú hérna. Já, ég vil sjá Moisla brú Brú og hérna, Keirsla tekur bara Largoinn. Já. Það var rosalegt. Ok. Ég langar að vera Pringles. Herri, já, þú er búinn að skila dósunum. Herru, ekki taka þessa, hún var ekki uppáldið hjá þér. Herru, víst. Já. Ég valdi hana með þér, sko. Já, ok. Ég var ekki að segja það bara því ég vissi að það var uppáhalds við þér. En veistu hvað ég er að pæla? Ég er að pæla að fá mig blandað. Herðu. Ertu eitthvað lasinn, eða? Nei. Þú ert í mynd, sko. 10 seconds remaining. Ok, þeir taka Phoenix á hlutverkasetri og Bergur Phoenix gerir ég ráð fyrir. Þannig að Radiant team pick. eða er að flexa því. Nei, þetta er Býtum við, ok, áhugavert draft hjá hlutverkasetri. Og það eru 3 sem svífa líka. Já. Þrír svífandi og líka bara svona flexið fyrir rím. Þú veist hvað allir rím sé að hugsa núna. Þeir geta séð alla 3 sem offlane. Bergur spilaðar. Ég hef nú ekki séð mikið Berg Visage. Nei, en þú veist, hver aðeim spila Visage? Ekki Hró. Það kemur mér ekki óvart að þetta væri Ingmundur Visage Carry. Já, akkurat. Þú veist, miðað við þetta, sko. Já. Hefur P-ið verið að spila Visage? Nei. Nei. Eða það ekki? Smá. Hef ég ekki séð það? Já, bara 50 aðrar hetjur sem koma undan því í styrkleika stuðli, sko. Ef ég var í þjálfari Hró, þá myndi ég drafta margarar hetjur á hann pekar Visage mid. Nema að þeir séu með eitthvað plan sem þeir virðast að vera með, sko. Og hérna Við erum ekkert búin að tala um bönnin, sko. Nei, þú veist, ég er eiginlega bara stönd á hinnu. Já. En, ok, þú veist banna SF hérna og Silencer frekar solid. Já. Silencer bann á móti þessu teamfight. Já. Það eru 3 bönn eftir, 2 hjá hlutverkasetrinu og 1 hjá rím. Þeir halda pottet. Það sé búið að peka mid-hedju. Já, þú veist, þetta er þá mögulega Visage mid. Já. Bara Ég held að þetta sé Ég held að þetta sé Visage mid og Death Prophet offlane á Berg og þeir eiga karrién eftir. Þeir eru alltaf að hóta því. Ég held ekki. Ok. Ég held að það séu 2 support hedjur hana niðri. Sammála, það er nákvæmlega sem ég var að segja. Já, ég er bara eitthvað snúa orðið mín. Já, þú veist, ef þetta er Visage offlane, nei, carry, þá eru þeir svona svolítið búin að sína allt. Já. Já, pása.
Ok. Ég ætla að snakka mig í gang. Pringles. 10 seconds remaining. Heyrðu. Mótorstjórnin er ekkert að bíða, það er búið að hendi 8 speed í smá. Þeir banna Snapfire. Já. Sko. Þetta er náttúrulega búið að revíla alla korana í rím, myndi ég halda. En maður veit aldrei með þessar dúta. Við erum með hérna top 10 af 15 nördum hérna í leiknum. Í Dota. Hvað segirðu? Við erum með hérna af top 15 Dota-spilurum í Íslandi eru 10 nördar hér í lobbyinu sko. Það maður veit aldrei hvað að hugsa, þeir gæti alltaf verið að hugsa eitthvað nördalegt sko. Þeir eru að banna Lone Druid sko, ég hef aldrei getað giskað á það. Kannski eru þeir eitthvað ógna. Já, ok, þú veist. Hver spilar Lone Druid í hlutverkasetrinu? Bara, já, þú veist. Enginn? Yngvi gæti alveg spila Lone Druid, held ég. Já. Ég held að hann myndi gera það öðruvísi en flestir, skilju. Já. Hann er ekkert að rössa á diffu. Nei. Hann myndi fara í Dagon. Radiant team. Á báðum. Já, eitthvað svoleiðis. Dagon, Lone Druid og Björn. Dire team. Það er búið að pikka og það er Dark Willow. Já, þú veist, Dark Willow pirrandi á móti klokk og fuglinum, sko. Og getur sendt tilbaka. Ég veit samt ekki, þú veist, er þetta það gott pikkað? Akkur er það gott inn í fuglin? Það er bara pirrandi brambúl, skilur, brambúl er bara svona almennt séð pirrandi þegar þú ert með eitthvað svona hetjur sem eru með eitthvað vektor sem... Það stoppar í því. Já, þú veist... Það stoppar þið ekki á Phoenix. Þú ferð í gegnum það bara. Já, en þú stönnast þegar þú lendir. Já, þú stoppar þegar þú lendir. Já. Það er Queen of Pain. Queen of Pain rannar. Ok. Þá er þetta Bergur offlane Phoenix og þetta er actually... Nei, ok, þið swappuðu hana. Hvað var þetta? Akkur kom Bergur á... Þeir eru að fara bara carry Death Prophet. Já. Love to see it. Það er að fara að rössa Arcanims og... Og attack speed. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Þetta verður eitthvað... Það verður Power Treads inn í Witchblade inn í Arcanims, eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki, hvernig itemæsar maður á... Arcanimsið, þá þegar lemur koma draugar. Já. Þannig að ég myndi halda eitthvað Axe attack speed angle, sko. Já, er ekki Witchblade besta svona 50-50 itemi inn í það? En enga sigur, það er einna leikur milli hlutverkastitursins og Rím. Við erum eftir að fara aðeins yfir hver er að spila hvað og við horfum svolítið á hlutverkastitrið þarna. Hann er komin í gold tier á Largo, hann er búinn að vera spamman. Já, eins og þú sagði. Þetta er Moisla Largo 5 keyrsla á Dark Willow og Trummy offlane á Underlord. Síðan er þetta Voffi eða Atli gerir ráð fyrir Icefog á Sniper mid og það er Beastmaster Curry, er það ekki? Jú. Beastmaster Curry. Já. 30 seconds to battle. Ég veit ekki alveg með það, en aftur á móti er Death Prophet Curry í hinu. Já. Innleifinu. Er Beastmaster Curry ekki búið eða? Jú, þetta er bara tempo game, sko. Verður sjá þetta XP, P-ið er ekki ósáttur með smá aukað XP. Já. 30 af 240, hvað er það? Það er allavega 12% eða eitthvað. Já, þetta er allavega þægilegt. Hann gefur mikið XP þessi heimski Björn.
Hrannar ætla bara að tankbull, hann á eftir að fara í 6 brambúl sem hann ætlar að fara í öll. Nei. Just no. Chocada passada. Jæja, hver fær first blood? Какое же это мясо? Jæja. Ég held að Rím fái first blood. Ég held að Consequence Beastmaster nái að gera á lóð og móisla eða sleikir það inn í ykkur creeps. Já. Moisa oft út með tunguna, sko. Heyrðu, hann í hættu. Já, einmitt. Svona, Þetta verður ljótt legin fyrir greið hann að bot. já. Þetta er svona pælingin, sko. Líka bara hvað ætlar að dispella 1 Fire Spirit Já, og það eru 3 eftir. einmitt. Millinið, snæperinn, Hann er samt Aðeins bara yfir. til lagi á last hit, sko. já, en þetta verður bara verra. Snæper er ógeðslugur. Какое же это мясо? Já, ég átti nú við, sko, bot að Beastmasterinn er alltaf lagi á last hit miðað við Wizard sem er 2-1. Já, það eru fínir, sko. Heyrðu, hann er að fara að deyja. Það var Það er rétt hjá first þér. blood. Ok, Veitu, hvað er langt í... hann tekur þetta, já. Double kill, það er rosalegt. Já. Það er engin botlane. Nema svín. Já, Phoenix komin aftur. Snæperinn komin í 9-9. Hann er ógeðslugur. Ég held að Hrannar sé bara að fara eiga allt í lagi lane á móti Sniper út af því að ef hann blinkar á hann og daggar hann þá er Sniper ekkert að fara að vinna treytið, sko. Hann var líka að botla núna og veit að Waterruninu er bot. Kemur full mana, Snæper er svona... Og hann er ekki með daggar. Hrannari kýtlar hún langs og drepa hann, sko. Já, ég skil af hverju hann er ekki með daggar, sko. En mér leiðir eins og hann hafi verið að daggra hann áðan. En hann vill bara farma og púsa út veifið. Já. Það meikar sens. Það vill ekki oversteppa á móti þessum heimska Snæper, sko. Það er hann búlinu. Já, já. Ok, mjög jafnt í last hit, svo þetta er nice. Snæper valla búinn að fá neitt hérna í 30 sekundur fyrir 1 mínútu. En ég meina, þú veist, Snæper. Hann solo lifir hann. Já. Já, og Beastmaster deyr. Bergur fær... Og tunga. Nei, hann var örugglega eina sekundu frá því að fá... Það er svo lítið cooldown á þessari tungu, sko. Ég veit það. Hann var að drepa aftur. Það er tunga. Já. Þetta er góð hitja, sko. Heyrðu, það Allir aðrir eru svoandaður. Slow motion. Ok. Það eru reynda 10 denies mid, sko. Já, þetta er það sem ég var að tala um. Hann er bara sniper dæmi, sko. Hann var að hlusta á mig og ákvað bara að lasta þetta miklu betur eftir ég talaði, sko. Já. Og til næja. Já, svo erum við náttúrulega með, sko, Death Prophet Carry, sko. Það er svona ákveðið, sko. Það verður gaman að sjá hvað verður í gangi eftir 20 mínútur. Já.
Það eru 9 lastit á, eða 10 núna á Wizards offlaneinu á móti 18 hjá Rím. Já, reynda mikið búið að gera sko. Já, Hann er með 2 kill þetta líka. er bara 4 kill á Moisla og eitthvað. Já. Þetta er svo pirrandi sko. Þetta á hetjan Sniper. Já. Hann er óþólandi. Já. Býtu, er Snorri í vanda hérna? Ok, wow, just damage. Level 2 líka bara. Býtu. Vá, ok, mjög gott fyrir Berg hérna. Það er ykkur hatur milli fólks þannig bot. Já, Bergur fær solo XP og Riffar svo og killið. Blackbearer. Já, þú veist, hann er bara komin langlegina. Já, býtu, þarna kemur konsekvens inn í. En hann solo fær einhvern veginn, já, bara svona frían. Hann drepur hann. Moisla nær að drepa hann solo. Ingmundur er að deyja. Svo. Já, síðan Ingmundur. Býtu, er Voffi að fara að deyja? Nei. Píð á 0 mana. Pétur. Og double kill. Fyrir Trömmi. Það bæði stór stykk og greinilega Lotusblóm á Dire's top tower is Sniper under þarna. attack. Eða sett allavega á hann. Ekkert leiðilega en að ná hérna 3 í Sonic Wave í gangi og þið deyið allir 3. Já. Það er vont. Já. En engar ágjur. Það er bara Það er skipt Death á. Prophet Carry að fara að koma. Is under attack. Já. Ég er svona á pappír hefði ég trúa meira Beastmaster carry buildinu út í að þeir eru með sniper mid sem getur bakkað hann upp í einhverju svona Já. lemja úr fjarska damage. En ef Clockworkin fær ágætis levels hérna þá gæti hann byrja að sinna því hlutverki að vera bara alltaf Dire's að ganga allar lanes. attack. Já. Ég sé alveg fram á hinnar 4 hitjunar getur drepið með honum. Þeir eru Píð. Er Nei! sko. Já, level 3 level 3 Herru, Radiant's bottom tower is under attack. Beastmaster er bara með jafnmörg Death og Largo Lastits. Já, ok. Shit. Radiant's bottom tower is under attack. Já, hann er náttúrulega að leika sér eldinu minna sko, hann er með raindrop en Radiant's bottom tower is under hvað er hann, nær hann að stönna og breyka, nei, hann var bara hann low. Radiant's bottom tower is under attack. Þeir eru aftur eitthvað gangi í topp. Ingmundur. Býtu, hann er dauður en já, hann er dauður á Crazy Leprechaun og þeir lifa á Underlord. Býtu, hann á Phoenix. egg sko, en hann getur ekki einn eggað, nei, hann þarf að, Jú. nei, hann er dauður. Nei, herru, það er rétt. Ég held að Dark Willow væri... Nei, hann náði að setja, og kannski náður Sniper þarna. Új, þvílík tunga. Og þeir, Þú eru ekki með henni til að stoppa hann. nei. Þeim vantar svolítið stönn, sko. Það er alveg faktor inn í Dire draftið. Já. Býtu, keyrsla, hann, og zero mana, hrannar. Какое же это место?
Oh my ok. god, Hrannar saved by the bell þarna sko. Já, þetta hefði verið jæks. Hann ætlaði að walk of KO að þarna og feilaði því. Já, En það reddaðist. já. Vel gert, klokk var vakandi. Já, Radiant's top tower is under attack. kannski voru ykkur komst þarna sem við heyrðum ekki. En býtu, sérðu samt, þú veist, networthið. Bergur er bara alveg svolítið að towera yfir. Já, Þrátt fyrir að vera með 3 death, sko. hann var líka sko langlegstur í lastis. Ég held að hann sé búinn að Já. rífa sig upp Þú veist, þar. hann er búinn að fá ykkur death toll kill, sko. Hann er búinn að fá ykkur death toll kill, sko. Já, Dire's middle Fær tower hann is under attack. fjórða death, já, býtu, hann er búinn að fá allavega 2-3 death toll kill, sko. kann ekki alveg á gullformúluna í þessu. Býtu. Diddling, diddling, dung, diddling, diddling, dung. Hörru, Hann deyr og þeir taka tower mitt. Middle tower já. is under 11 mínútur, það er katapult uppi. are fortified. Þeir forta dægir. Bottom tower is under attack. Eflust út í að býst er að púsa bot. Structures are fortified. Og þeir taka Dire's bot. bottom tower has fallen. Og mögulega topp. Dire's top En tower is under attack. Radiant's þeir middle taka tower mid towerinn, is sko. under attack. Býtu, nei, hann er Hva? ekki bara... Hann er ekki bara... Já, Æjæjæj, ok. þetta var ekki snjallasta sem ég hef séð Ingmund gera. Nei. En Dire's top tower is under attack. það típiðu svolítið margir Radiant mid. Eða komið mid allavega. Býtu, Þessi tunga, heyrðu, það er bara næstu því í loftið. býtu, Sniper er í vanda samt, sko. Já. Nei, ok. Jú, núna er hann í vanda, Phoenix drepur hann. Nei, Jú, nei. nei. Þeir eru í vanda á dægir. Heyrðu, þetta, 18-8. 3K á milli. Why? That was unexpected. Samt líður mér eins og að sé sko aðeins jafnari leikar en það. 18-8, 3K á milli. Þú þarf að fenga 2 towers núna sko og fá 3. núna. Eða hvað? Náður að defenda hann. náttúrulega sko, Hrannar greið ekki að eiga. Hann er fyrir neðan supportan í Dire's networthið, sko. Ok. Hann er smá í möttinu. Тоже это мясо. Hann á efna á bot og næstu í bracer. Ef hann væri Það er allan spurning peninginn hvað á hann svona. gerir, þú veist, fer maður í dagun hérna á kopp til þess að bara, þú veist, item sem skila þér alltaf einhverju í að halda þér á lífi, í að fá mögulega einhver bara svona killstíl, kills, Já, farma. hann þarf að fara að lemja smá creeps. Já, það er klárt. Þú veist, þeir eru allir miklu, Nei, þeir eru svo háir í networthi á Radiant með að við hinna sko. Já, þetta liggur líka sko á kórunum, það er að versta. Þetta lítur ekki vel út fyrir hlutverkasetrið. Nei, Какой же þú veist, это Largo líka bara yfir Phoenix sko. Já, Þú veist, Largo með farm. Þú veist, hvað fekk Largo mörg kills á lane. Hann fekk allavega 4. Radiant's Já, top Sniperinn er tower is under 406. Largoinn komið 5 kills. já, 5-3-5 Já. plus 5 á 14. myndu þægilegt sko. Kom með trommur, er á leiðinni í upgradean wand sem heitir hérna, Magic Wand. nei, hvað er það? Holy Locket. Já, Hann er á leiðinni í það, mjög gott item. En það virkar ekki með sjartunum með sjartinum. á Largo. Já, Getur já, ekki, já, getur já, ekki healað einhvern Þig. annan og þig eða þig En og nearest það náttúrulega target. er ekki buff sko. Nei. Þú veist, Þannig þannig að en mjög gott item enga síður sko. If Þú veist Largo að- targets himself, it also goes to the nearest allied hero. Ég Já. vissi það ekki. Já, þú veist, þú þarft ekki að vera að pæla í neinu nema bara að setja á þig glimmer ef þú ert í vanda sko. Þú veist, það mun alltaf hjálpa einhverjum sko. Já, En býtu, ok,
Beast og Kopp döðir. Eggið svona allt í góðu, en nei, þeir eru steindauðir á dagir. Já, þetta er rýmin hnotskurn, sko. Þeir eru góðir saman. Já. Þá er gott að einn á gítar. Já, það sem er svo pirrandi við þá, þeir eru mjög góðir einn og einn, skilju. Eins og til dæmis, já, þeir eru mjög góðir einn og einn. En það sem er mest pirrandi við rými er að þeir eru svo ógeðslega góðir saman, sko. Já. Það er erfitt að eiga við það. Radiant's bottom tower is under Veitu, það er ekki bara að drepa Ingmund hérna? Jú, steindauður, sko. Hann Hann langar að sjúga. Hann hílar vel. Sjúga mikið, sko. Móisla. Ok. Þetta var ekki no damage. Mér fannst eins og Móisla átt likk eftir. En kannski misti ég bara að því. Hann ætla hvað, 7 sekund cooldown? Já, þú veist, það sem ég er að meina er að hann hefði getað notað likk snemma og átt að jafnvel aftur, sko. Já. 7 sekundar cooldown level 4, já. En þetta er alltaf sterkur spell fyrir marga leiki, sko. Þú veist, Largo þýðir bara að þú getur ekki spilað 20% af hero-poolinu sem er í boði í Dota. Já. Bara ekki hægt að pikka á móti Largo. Nei. Óþolandi kall. Já. Skemmtilegur. Eða bara ekki óþolandi og ég elska hann. Já, ég líka. Búin að spila hann með offlane. Og maður spilar alltaf betur þegar maður syngur með, sko. Hefurðu prófað það? Að syngja með þegar þú ert að spila hann. Alltaf. Já. Trigger happy looks like. Býtu, ok, Axe komið á Consequence sem þýðir einfallega bara, hérna... Hann er að fara að tromma með gítar. Já, ég ætla bara að koma í hljómsveitina. Já. Þeir þyrftir náttúrulega, við þurfum ekkert sem að fá að sjá, sko, alvöru tónlistar line-up. Já, heyrðu, það er eitthvað að gerast. Ok. Trummy svolítið einn, hann er bara döður. Ég trúi ekki öðru. Ég held að... Nei, býtu, þeir ætla inn. Trummy lifir þetta af, hann er náttúrulega bara með... Nóa items. Og Kopp döður, Deathbro döður. Og svo elda þér þess að tvo niður. Já. Og hlaupa allir hraðar út af hann að spila. Heyrðu. Til að Cox þarna. Vá, til að Cox. Ef hann drepur Trummy. Hann drepur Trummy. Vá, fær... Býtu, einhverjum hluta vegna fekk hans... Harrison solo. Eitthvað að hrækja á hann. Já. Þetta var rosalegt clockplay. Þetta var geðveitt Cox þarna. En núna, þú veist að það er svona smáróleg heit. Núna getum við talað um hljómsveitina. Já, mér langar að sjá hljómsveitar line-up. Við getum þá Doom með gítarinn. Býtu? Doom er á eitthvað skinn þar sem hann er með gítar. Ok. Við skulum kannski byrja bara á augljósa. Það væri náttúrulega Largo. Já, herru, það er eitthvað að gerast. Nei, þetta er replay. Þetta er replay. Já, við erum að tala um Largo. Já. Við erum að tala um Beastmaster. Svo erum við að tala um Hoodwink. Hann er með einhverja strengi þarna á einhverju skinni sem hann er með. Ok. Svo erum við með Doom. Ok. Hann er með gítar. Á einhverju skinni. Mér finnst það ekki svona... Já, en hver annar passar? Mér finnst hérna... Song of the Siren, skilur, hún er söngvarinn, skilur, Naga. Já. Song of the Siren. Já. Mér finnst Marcy, hérna... Flautið, skilur, hún er í hljómsveit. Má vera 70s, 80s hljómsveit með flauti. Ok. Það er mikið flauta í lögum back in the day. Ég myndi nominita Naga að minnstakosti. Já. Sem bara lead singer. Lead singer. Sounds good. Largo, hérna... Sopnallir. Largo bara slash, skilur, bara aðalgítarleikarinn. Já. Beastmaster, trommu
trommuleikarinn, hann er bara hérna Will Ferrell. Og hver er að bassa? Á bassa væri eða bara Við erum með eitthvað fast á skjánum okkar hérna. Eitthvað scoreboard. taka Tormin á Radiant sem vel og fyrir á Dark Willow. Þetta óþolandi sjálf. Já, maður eitthvað að dispel þetta. Nei, þú þarft bara dispel. Já. Þú þarft bara að fá þér Lotus Orb eða Jules. Já, en þú bara rúttast hvað sem er. Nei, ekki þú tekur að þér. Víst? Nei. Víst? Er það? Já, triggers even upon dispel, stendur þannig. Já, ok. Þetta óþolandi dæmið, sko. Já, það óþolandi. Þetta double óþolandi. Já. Dire's bottom tower is under attack. Ok, þetta er looking really rough fyrir Dire. Já, byrju, fær hann það? Új! Þetta fullasti hringur sem ég hef séð, sko. Já, hann já, en það bara leiðum hann fór út og tekur hann. Ok. Og fyrir að fá bæði vistómi. Attempt, en hérna, Phoenix og Queen of Pain eru með mjög lítið networth. Já, Phoenix er náttúrulega support, sko. Já, þá meina ég Queen of Pain. Hrannar og Bob 12 geta knúsast þetta þennan leik, sko. Já. Ef Dire nær að snúi sig við og tapa síðan og leikurinn krassar, þá þetta eitthvað caster curse. Já. Og það bara nákvæmlega sem gerist í leik 1 á móti í þriðjudeildinni sem vorum að Já, leikurinn krassaði náttúrulega bara hjá okkur. Já, bara það var bara game client out of date. Já, og við mistum af þessu. Og ég trúði ekki hver vann eftir það. Herru, hann er að klára Axe á Trummy. Já, hann er að fara að búa til hringi. Já. Stóri hringin og hjartalaga. Ekki hjartalaga, þeir eru bara eins og hringir. Þeir eru bara hringir, sko. Herru, þeir byrju, ok, nei. Trummy með góðan hringarna, sko, Vissat stöðnast aftur. Já. Þeir eru einhvern veginn formationi hjá Dire komið í bull, en þeir ná honum. Og byrju, hann solo eggar. Hann er svo solo. Já, byrju. Nei, hann lifir. Hvað var hann með? Hvað lifir hann svo mikið? Bara Tranquils? Sko, ég held hann hafi verið með Essence ring áður en það allt byrjaði. Já. Ég held. Hann er náttúrulega með 150% HP regen. Já. Eins og er hann að Pixie Dust innitið hans. Þannig að hann hefur bara verið með Tranquils aktiv. Já. Og nýbúinn að fá Guardian Greaves heal, þannig að hann hefur bara lifað þetta af þannig. Já. Rosalegt heal-lamp. Já. Diddling, diddling, dung. Erum við nú komið nóg að þessu, Aron? Ok. Erum ekki að hlusta á þig hérna syngja með gítarnum? Þetta er bara svo gott lag, skilju, ég hérna... Ertu búinn að fá þér Akaneims, eða? Nei, ég... Já, þá fer hann að spila saman, sko, og kemur önnur lög, sko. Já, ég hef einu sinni verið í Axe, sko. En ég hef bara spilað þetta sem fjarka og þá eru... Ekki tími fyrir Axe. Já, þú veist, það bara er ekki worth, sko. Þú vilt fara bara í shard og einhver targeted glimmer og... Já. Já, eitthvað svoleiðis. Lotus og... Herru, hvað var hann með á Queen of Pain? Sýnum hvað, Ok. Það er... I Bereave. Það er 1700 kall í BGB-in, en... Þetta er búið að vera rough hjá honum. Já. En... Ég held að sé... Ég held að sé samt, þú veist, verði góður BGB-leikur. Já. Svo lengi sem hann er ekki... bara góðaður á Beast. Já. Já, Beast náttúrulega bara er að fara að stönna einhvern sem er BGB-aður. Eða einhvern sem hann nær. Það eru klukkan
Boing. Já, Bara döður. bakang. Dire's courier has Og pípan. Farinn. Oh. Ok, öskra á hann. Og hann er bang döður. Herru, Ok. Ingmundur er ekki að eiga 7 dagana sæla. Þetta er... Nei, en byrju, Hrannar er að nálgast. Dire's bottom BGB. Já, þú veist, ég held að eftir BGB þá þurfa þeir að svona svolítið mikið commit á hann sem gæti búið til pláss fyrir hinna core, sko. Þeir þurfa að drepa snæperinn. middle tower is under Já, attack. þeir þurfa að drepa snæperinn, sko. Hann er beyond godlike, þú fá hella cash. Já, Þú veist, bara þetta gerir ekki neitt. nei, Radiant's middle þetta var, þetta, últ. Það, já, Já. Queen of Pain, þetta var bara krútlegt. Dire's Já, Hann var bara gill. Hann var að gilla, sko. já, þetta var Whisper of Comfort. Já. Þvílík hookshot. Við erum með Largo bara... Er eitthvað follow-up? Já, Herru, gott egg. Consequence missir ekki sína, en það er samt einhvern veginn svona allt búið en á ekki drepa tvísvar. hann er ennþá með BGB uppi. Já, ok, en þú veist, respect, ef Dire bakkar, ok, hver átti þennan júl? Já, deyr samt. Harrison Solo bara döði líka, já, ok. Þetta er GG. Já. Leikur 1 er bara Radiant main. Það er engin svör. Það er ekkert að frétta. Þeir hefðu mögulega bara átt að sleppa að defenda þetta, I guess. En Dire's bottom tower has fallen. þeir reyndu, ég held bara... Radiant's Hrannar er top komin tower að- is under attack. Já, ok, Flokka hann á fair, bakvið. skilju, hann er Dire's bottom barracks are under attack. 400 kallið frá 500 kallið frá BGB. Dire's bottom barracks. Já, þú veist, þá kemur þessi Blade Mail. Keyrsla. Það er oft ekki meira en 1 á 1 Blade Já, Mail. þú veist. Það er vel gert hjá Hrannari að kveikja á Blade Mail. Þeir eru allir farnir á næsta tur. Þetta er... Dire's middle tower. Það er verið að keyra á niður. Já, en býtu, þú veist, núna er ekkert Ég hef oft svo vissum dáið. að það sé búið, sko. Þú veist, hann fær hann að frían BGB fyrr en ég hefði giskað út af þessu killi og geta þeir ekkert að fenda bara með honum. Hvað er Ingmundur með? Þú veist, hann er með, væntanlega, Axe Witchblade, já, ok, hann er að fara í blink næst. Sko, ef hann getur blinkað inn og sogið 4 gæja, sko, það væri alveg hjút, sko. Já. Býtu, eggið og hann þarf að lifa á Ingva. Hann lifir. Hann lifir. Og ef þau drepa býstin hérna, ok, núna er þetta fight fyrir Dire. Núna geta þeir ítt út mappinu. Herru, og klokkinn sýnir á... Já, þess, Þeir eru þeir þurfa ekki að ekki. taka fightin núna. Nei, Þeir nei. geta núna bara ítt út mappinu for free og fengi smá mappressans aftur, sko. Þetta var alveg risastórt fyrir Dire. Já. Þeir eru líka byrjaðar að krýpa upp á networthið, sko. Já, einmitt, þú veist, hvað er fight recapið þarna? Já, ok. Þú veist, miða við þá bara, Já, þá bara huge. þetta er 1500 gatt munur. Þetta er fyrsta svona svingi niður í Radiant's bottom tower is under 10 attack. mínútur, eða 8 mínútur eða hvað það er. Tower has fallen. Já. Það er Manta-stæl og Beastmaster. Já, það er pirrandi að vera á móti Death Prophet, Phoenix, eitthvað. Guður, stundum þegar ég silencear sem Death Prophet, þá líður mér svo að þetta séu svona 18 sekundur, þetta silence. Ég veit það. Sama með silencear frá Skyvrath. Já. Já, 5. Ekki 18.
Já, næstu í 18 Já, sko. næstum 18 sko. Nær 18 en 0 að því virðist sko. Já, segjum það bara. Nei, ég segja að því virðist. Já. Og sama með drá silensi sko. Já. Mér finnst það stundum vera bara lengra en á að vera sko. Það er náttúrulega knockbackið einhvern veginn fokkar líka upp í hvað maður er að reyna að gera sko. Eða ekki gera. Ok, er þetta ekki bara frýr torp fyrir Radiant sem eru að fara að gera? Jú, þeir taka Radiant. Hver heldur að fá hann? Hver heldur að fá hann? Ekki Largo. Ég held að Sniper fá hann. Já. Heyrðu, það koma 2 fuglar. Já. Það er enda stórt sko. En Largo'n var eðlilega að koma með það sem gera hann að bara solid hetju sko. Er þessi shard. Fimmara smók hjá Dagir. Þeir ætla að finna eitthvað. Já, ég held að sé lítið að finna allavega. Þarna kemur Underlord, sýnir hann sig, heyrðu. Já, hann sýndi sig. Góður Cox, hendur honum aftur inn. Og Ok. Heyrðu, hann sækir vini sína. Já, en býtu, þetta er hræðilegt go. Já. Þetta er hræðilegt go hjá Radiant. Hann er búinn að Rora og byggja bíja. Ok, þeir hefðu nú átt að ná öðrum, mögulega. Já, en þú veist, Dagir tekur þetta, tekur þessu sko. Já. Þeir taka hverju killi núna. Já. Er þetta allt í henni orðin leikur eða? Já. Hvað með það? Nei, ekki lengur. Þeir fengu 3 bounty runes. Reyndar sko. Þetta er búið. Þeir þurfa að farma svo fucking lengi til þess að jafna það út sko. Já, 1300 kjell. Já. Já, við þurfum aðeins byrja að standa í þeim á Dagir. Þetta er... Já. Kannski er Death Prophet með svona sama angul og hérna Dark Ranger. Kemur online á mínútu 40. Já, 40. mínútu. Já. Já. 40 mín og unstoppable. Þú veist. Hann ætla ennþá bara að safna fyrir blinkdagurinnum sem þú sagðir áðan sko. Já, hvað? Keypti hann kannski Black King bar. Já. Sem er bara vel. Getur ekkert verið að fæta inn í Underlord með 2 Pit of Malice. Nei. Án þess að vera með BKB sko. Það er búið að búið til eitthvað gate. Já. Rannar titrar í stígvélunum og típjar heim. Trömmi ennþá að leita. Sick lyrics, bro. You're a real weirdo. Sick lyrics, bro. You're a real weirdo. Þeir ætla að býja, heyrðu, það er stutt í Roshan. Og Moisle ætla bara að cosplaya Wardana. Já. Nei, hann ætlar ekki að gera það. Hata að nota spell í creep sem er ekki hana, sko. Heyrðu, hann hætti við að öskra á hann. Hann sleppur út á Brambúl. Gæti blinkað út, nei, ok. Heyrðu, sleppur hann? Já. Hann sleppur. Þetta var geggjað hookshot. Já. Haldur hann á lífi. Þeir þurfa samt einhvern veginn að... Ingimundur með BKB, Já. Ekki gera nóg. Nei, hann deyr. Þeir þurfa að bakka, sko. Þú veist, já. Það bara verður að drepa hennan Sniper. Sniperinn er allt. Hann kastaði 4 ultis hérna á 15 sek, sko. Já. Nei, 7 sek. Já. Búm. Bang. Ó, þú veist, leið og hookshotið. Já, þetta er GG. GG, well played. What the fuck, segir Hrannar. Hann er náttúrulega alltaf fljótastur að blóta af öllum sem ég þekki. Já, þú veist, Hann er blótsjúkur. Góður hookshot þarna inn og að bjarga. En Death Prophet var kominn síðan
2 skrefum og langt miðað við það sem þeir hefðu kannski hugsað og mögulega voru þeir svona ekki alveg síðan komu fuglarnir báðir inn og reyndu eitthvað en það var allt búið þeir defendu þennan Quap með egginu og hookshot og eitthvað en þá var Death Prophet komin að reyna að sjú eitthvað Já, þetta ég veit ekki alveg með þetta Death Prophet pick mér fannst það ekki gera mikið annað en að vera targetaður og dauður bara áður en eitthvað gerðist og með 2 kill það er þetta svaraði með öðru tempopicki sem Beastmaster ef tempóið á að vera að taka towers og taka yfir leikinn þá getur Beastmaster gert það sama en þú ert á með backupið í sniper mid sem getur verið in the back að gera mikinn skaða og það er eiginlega ómögulegt að fara í gegnum hann út eða þú ert með Largo Beastmaster að standa fyrir framann og valda usla þannig að mér fannst bara, snæperinn fá að Underlord með 2 pit og mali, það er eiginlega ekki hægt að komast að snæperina, snæperinn fekk bara líka A-klikka jörðina í öllum fight og nefn í endan hefði komið Axe bara taka hann að dúdra hann náttúrulega bara A-klikka enga jörð, hann var bara ít á R og á hetjur í endan en bara allan leikinn hann fá bara að vera hann var bara að lemja, var hann komið skati þarna hann var komið skati og það er ekkert sérlega gaman að vera Death Prophet á mótið snæper með skati þetta en vel spila hjá hlutverkasetrinu klukkan var að gera góða hluti skemmtilegt koksið þarna í rosspitinu rosalegt Bergur steindauður og kemur bara koks úr rosspitinu og bjargunum og nær trömmi í leiðinni MVP, við glemdum að velja það í þriðdeildinni í gær Pringles MVP það er náttúrulega bara 17-0-11 snæperinn það er ekkert annað Nei, það var snæperinn, hann var rosalegur líka bara hann var með 0,1 í supporting meiri segja eftir þennan carry leik að vera með 0,1 í supporting það er bara vel teka ofan hann er takað þátt í öllu hann tók þátt sem er meir en margir Game 1 búið Rím vinnur Game 1 það er spurning hvort að enda okkur í stutta pásu og hvort að draftið sig ekki bara fara að byrja á næsta leik hann að stutt pása og svo beint í draft á Game 2 sjáum bara innan skams alright góður hálsar thank you Býttu hann að skipta akrein Team back. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're
here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. What? I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Game 2. Game 2. Ætlum við sjáum Rím að valta yfir þá aftur. Ég, Eða koma þeir reiðir tilbaka á hlutverkasetinu. Ég held bæði, sko. Þú veist, ekki kannski valt yfir, en ég held þeir komið reiðir tilbaka, en ég held að Rím sé ekkert að gefa eftir, út í að mér fann svona á köflum eins og þetta getur farið both ways. Þrátt fyrir að Sniper hafi verið svolítið að káfera, sko, Já. Heldur þeir pikki aftur Death Prophet offlane, nei, pose 1. Nei, en ég held að þeir munu halda áfram með eitthvað svona flex. En ég trúi ekki öðru en þeir banni Largo. Þessi hetja bara, þetta bara allt of. Já, sérstaklega á Moisa, hann var alveg, það bara búið að banna. Já, einmitt. Kablam, engin froskur. Þetta allt of góð hetja. Já. Og þetta bara lukkar mjög mikið eins og seinast. Það bara Weaver, Nature's Prophet og Marcy bann hjá Rím. Vilja ekki sjá Ingmund vera á þessum köllum. Já. Það eru eitthvað hræddir við Razor á hlutverkasetinu. Radiant team back. Elder Titan Moisla líka. Það hefur verið alltaf svona sömu signature hetjunar. Þessi lið náttúrulega eru búin að spila mikið á móti hvort öðru. 5 seconds remaining. Það verður að banna. Hvað ætli þeir banni? Þú varst ekki með í leiknum sem við tókum skrimmi á móti hlutverkasetrinu. Þá var einhver með okkur sem að fjarki, ég var offline held ég. En þá fóru þeir Weaver, Grimstroke, Double Puttur, draugar og puttur. Ég náði bara ekkert að lemja. Ég var bara átt. Það hljómar ekki skemmt. Stundum ég reiður með eina putta á mér. Sko. Já, þetta var bara ógeðslegt lane. Sko. Mér finnst sko vekk við Weaver sko. Þetta bara 5 hits eða eitthvað galið í endan í level 4. Það eru 5 eða 6 hits. Maður bara stopp í 8 sekundur til að drepa einhverja puttu og þá er maður bara dauður. Já. Heru, þeir fá Viperinn. Okay. Ekki á hlutverkasetinu. Og banna Titan á Moisla. Já. Búin að banna Largo og Titan. Þannig að ég heldur séu svona alla jafna vanir að Puts! Púka! Let's go! Þetta finnst mér gaman að sjá. Já, sammála. Ég hef séð Hver spilar Puts hjá þeim? Ég til ég að sjá Ingmund fari í rottfasetinn Puts. Já. En þú veist, ég held að Hrannar spili alveg Puts en þú veist, alveg til ég að spila einhverja eins og aftur áðan með pælingunum með Wizard, skilur þú, ég held að ég alveg til ég að spila fullt af öðrum hetjum á undan áður en hann segir já, ég skal taka Puts. Það er engin Grandmaster Puts samt í þessu liði held ég, sko. Nei. En já, ég held að Rím, þú veist, að stela þessum Viper hafi verið mjög gott, sko. Og að þeir geimi þá svolítið Moisla pickið sem alla jafna hefði verið, þú veist, þeir vilja að reyna að snæpa eitthvað Moisla hetju sem fyrst. Já. Sem svona óstöðandi kall og hetja. En taka Viperinn, þannig ég held sér fínt fyrir Rím að geima Moisla hetjuna. Víst að það búið að banna Largo, Titan, gamli góði Void Spirit fjarkinn, er það bara dautt núna? Ég veit ekki, Var hann ekki seinast í einhverju Mirana arki? Jú. Á Moislunni? Mirana, Void Spirit, þú veist, Mirana með facetin að, þú veist, ég nú spila það með facetin að rúta, en ég tek samt ennþá Starstorm, þú veist, Starstorm er ennþá geggjaður ability, og svo bara svona í midgame ég byrjaður að rúta Ursuna, Karri og kæta þannig með liðinu. En hann tekur ekki einu sinni Starstorm, hann skilur eftir í 0 points. Já. Tekur stats fram með það. Og það er öðruvísi en að taka stats fram yfir
hrákunar hjá Viper að mínum mati, en each to their own. Þeir banna Línu og CK, ég hef nú ekki séð Ingvind á CK. Jú, En- hann er alveg tekið síki. Já, ég hef ekki séð hann mikið allavega, en ég CK séð hann á Tusk. Línu. Ég séð hann á Línu. Töskan þá í boði fyrir hlutverkasetrið. Þeir eru eflaust núna bara ekki alveg til í að drafta með Pudge, 10 seconds remaining. en ég hugsa að þeir taki Töskina. Remaining. Þeir allavega eitthvað að hugsa þetta. Já. Tusk og nei, þú veist, einmitt, þú veist, það er ekkert sérlega sexy að taka Pudge Tusk sem fyrstu 2 pickin. Nei, þá er bara Timbersaw. Já, eða bara eða bara svona hverju eru að ógna raunverulega. Dire team pick. Þeir taka Tusk Pudge. Ok, þú veist, ég fíla Tusk pickið, en ég veit ekki hverju eru þeir að ógna. Þú veist, út í að Pudge er ekki spilaður á neinum nema Hrannari. Nei, Ingva á Karri. Þú veist, ég sé ekki Hrannar eða Berg spila Pudge core. Gæti verið á Harrison Solo, Já, en Undying frekar pirrandi á móti Pudge. já. Hvað þá core Pudge, já, eða ég veit, support Pudge með einhverja fucking zombies alltaf. Óþolandi. Óþolandi, sko. Það er samt verra þegar hann er í þínu liði, Remaining. finnst mér. Já, út í að, Þá eru bara alltaf zombies að elda og getur ekki húkað. já, Getur nú farið fyrir framann zombiana hana. einmitt. Það er verra ef hann er í þínu liði, sko, það er alveg rétt. Mér finnst líka bara Viper Undying, þú veist, þetta er svolítið opið ennþá hjá Rím. Já. Radiant team pick. Taka Moisla Treant, ok. Fair enough. Það Moisla hafi verið ánægðar með nýju trendbreytingarnar, sko. Já, guð mig góður. Ykkur sem Hann þarf hoppaði og skoppaði fagnandi þegar það kom hann Moisla, þarf ekki lengur að 10 seconds þarf ekki lengur að grífa leikinn með að rössa Mímhammer. 5 seconds remaining. Það sem þetta er hægt. Það er ennþá hægt og mjög viable. Já. Bring back Mímhammer. Leiða hann að stönna í Team pick. 0,4 seki viðbútt. Eða eitthvað. Þetta taka aftur Phoenix. Þetta er góður Phoenix leikur. Með hérna Laserinn. já, með laser facetin Já. á móti þessum þremur. Þetta er Remaining. tonn af damage. Team pick. Mirana. Mirana, Ingmundur Mirana. Karri, já. Og þetta er þá Pudge fjarki. Pudge Phoenix lane getur alveg farið suður frekar fljótt, sko. Já. Þú veist, Eða norður eða það gengur vel. já, 10 seconds Fyrir- remaining. þú veist, norður og niður. En- Ég, 5 seconds remaining. En ég hef bara oftar en ekki séð Pudge Phoenix. Hversu oft hefur við spilað Pudge Phoenix? Örgulega oft. Örugglega oft. Já. Þú ert að sjá vinnreitið okkar. Og það er bara, ef allt gengur upp, þá eru við óstöðandi. Já. En ef það gengur ekki allt upp, þá er alveg auðvelt að stöða okkur, sko. Ég er náttúrulega með örugglega samtals 1300 leiki á Pudge og Phoenix Saman. saman. Já. Ég sömuleiðis nema mínus 100. Já. 13. Leiki. 13 Já. samtals. Nei, ég á leiki á Phoenix og Pudge. En, Einu Grandmaster hedgina mínar. já. Ég á enga Grandmaster hetju. Nei, þetta ert ekki Grandmaster í Dota. Nei, Ég er með neina medalíu. nei. Ég spila voða mikið bara eitthvað. Já. Bara,
Mér langar að spila Techies. Já, langt síðan þú spilaði Techies, sant? Já, hann er... Þú varst Techies fan, sko. Þú hugsaðir oft, ég ætla að vera Techies einu sinni, sko. Já. Hann er skemmtilegur, sko. Já, hann er skemmtilegur. Þetta er svo looms damage og stundum eru leikinir þannig að hann er actually góður, sko. En Þetta er... samt, pirrandi þetta líka. Já. Batrider, svona... Þeir drafta batinn inn í hérna þannig að þeir skilja eftir lastbyggið fyrir hlutur okkar setur svona frekar óþægilegt sko. Þú veist hvað á að leina vel á móti Batrider mitt, það er ekki mikið. Gaur, ég hata að fara mitt á móti Batrider. Já, þú veist það er fátt vera. Já. Og ef, skilju ef eitthvað svar sem ég veit ekki hvað væri þá geta það rotatað sko, geta tekið Viper mitt. Já. Og hérna bara eitthvað undying offlane Batrider fjarki, ég veit ekki, þannig að ég fíla þetta Batrider pick þó að þetta sé að öllum líkindum Batrider mitt. Þeir geta meira þess að ennþá tekið Viper carry og tekið eitthvað offlane sem svarar svolítið þessu line-upi hjá þeim. Já. Hvað væri það? Þú veist, ef það væri eitthvað surprise pick hjá Rím hérna sem svarar þessu. Já, hlutverkaseturinn minn. Nei, ég er að hugsa sem sko, þú veist, ef þeir rotata eitthvað og þetta er Viper carry, Batrider mid, undying offlane eða undying fjarki. Þú veist, getur tekið eitthvað. Já, undying offlane, Batrider fjarki og hérna taka puck eða eitthvað. Nei, puck bannaður. Kes! Já, einmitt. Eitthvað svona. Ég er smá til í að sjá þetta. Já, ég líka. Ég held að þetta hafi verið það sem ég var að reyna að hugsa en ég náði ekki að komast þangað. Þá er þetta... Held samt að það sé lélegt pick inn í þessar 4 hetjur, sko. Tusk getur kýlt hann upp, Hutch getur rúlt hann, Mirana, Arrow, þú veist. Mér finnst þú svo mikið þurfa að geta verið að berja og hreyfa þig sem Kes, sko. Já, fair enough. Og svo Ember Spirit. Já, en á sama tíma er hérna tempóið hjá Rím þannig að mér finnst eins og að eiga að ganga upp. Þetta er Carry Viper. Já, þetta er Kes mid. Þetta er Kes mid. Ok, þetta verður eitthvað. Og ég veit nú ekki nóg matchupið sko á Kes. Þú veist, ég veit ekki hvort þetta sé gott inn í Ember Spirit eða ekki sko. En ég myndi halda það. Þú veist, svona, ef hann fara að lemja þig þá ertu kúkt sko. Já, ég held að Ember þú veist. Ég held að Ember plummi sig alveg fínt með hérna flameguardinu. En já, í hlutverkarsæturinu erum við með pós 1 Ingmund á Mirönu, pós 2 P á Ember Spirit, pós 3 Flying á Phoenix, pós 4 á Solo á Pudge og pós 5 Crazy Leprechaun á Tusk. Á Treant er Moisla pós 5, Undying er Kersla pós 4, á Þristinum er Trummy Batrider. Love to see it sko. Ég held að það verði stór playmaker fyrir þá. Já. Og vonandi einhverju stakkari triangle til þess að bara gjörsamlega koma honum að skrið. Og Kes á hérna Icebug eða Voffa mitt og síðan var það Consequence Viper Carry. Þetta er allavega Doritos Kes, þannig að vonandi er hann búinn að vera að smurf eitthvað og er ekki að fara smá blind í Kesinn, sko. Já, ég ger ekki ráð fyrir öðru. Nei. Og Ísla farin eitthvað að trolla. Chocada passada. Triggering a Shodosai mark from invisibility deals bonus critical damage. Increases Raven's
veil við invisibility duration. Ok, ég hef heyrt að þetta sé vitlaus facet, en við sjáum til. Já, býtu, 30 seconds to hvað facet var hann með? Þarna ulti þegar hann fær í invis-dæmið. Já, Shōdōsai. I owe you one. já, já. Let's not keep score. Herru, það væri gaman að sjá hvort að, býtu, ok, þeir hlaupa þarna, Hrannar, já, Hrannar vill að fá það niður, sko. En þeir eru með alltaf mikið damage. Fyrir fær, nei. Hrannar var bara á hinum skjánum að velja tónlist eða eitthvað þarna held ég, sko. Nei, ég skil hvað hann var að hugsa, sko. Hann svona fór back and forth með þetta út í að þeir voru allir þarna, sko. Hann var að vonast til þess að hann gæti þraukað aðeins lengur. Já, hann var að reyna að beita það, sko. En það gekk ekki alveg. Það var aðeins svo mikið damage á þeim bara. Þeir voru fljótar á dreparinn en hann gerði ráð fyrir. Ég held að það hefði verið pælingin, sko. Mér fannst þetta smá crazy hjá Hrannari. Já, öðvöld segja núna, sko, en ég skil alveg pælinguna. Náður reynskripinu. Herru, Phoenixin fór ekki í laser facetin. Já, þetta líka offline Phoenix, sko. Þú veist, ég hefði skilið það ef þetta væri aftur fjarka Phoenix, sko. En Bergur elskar þennan facet bara eins og vera ber, sko, en samt, þú veist. Nei. Phoenix svo ógeðslega weak finnst mér alltaf að þangað til level 3, sko. Já, þeir vilja ekkert vera að húka inn eitthvað Viper með hrákur. Svo líka bara málið með Phoenixin að maður nota spella og svo maður bara off í 36, sko. Já, ég þekki það. Hann myndi leina oft með þér. Já. Putsin á held ég núna bara að vera að húka range creeps. Með 70 mana. Já, þú veist, og bara senda á sig eitthvað regen og sentries. Hann þetta með 2 sentries og góður á því, sko. Hann þetta ekki að placea það, þannig að Moisla fær bara lemja frýtt og Hásólo döður, eittur og bang. Vel gert hjá Moisla. Þessi 2 sentries ekki að nýtast vel. Og Bergur. Og Drömmi deyr. Ingmundur á þessum Mirana hefur farið illa með marga. Já. Mig included, sko. Já. Svona ég veit að þetta hljómar mjög heraldlegt en gamesense hans Yngva í hvenar hann á að harassa eða þú veist refsamanni alveg bara svona next level, sko. Ég mínus 5000 MMR þegar ég á móti þessum gæja á leginn, sko. Ég veit það. Þú veist, þú með 12 MMR. Já. Og þú ert með 5012 MMR, eða ekki? Ég með 5400 og eitthvað. Já, tjók. En einhvers veginn, þá veit ég nákvæmlega hvað þetta er, sko. Já, leið mér að vera 400 MMR þegar ég móti honum, sko. Hann held ég bara svona með þeim bestu í að refsa fyrir eitthvað svona overstep eða eitthvað. Heyrðu, hann bjargaðist út af Phoenix miss-chansinu, sko. Já, það? Í þennan, Blinding Sun, já. Já, ok, var... Að missaði seinustu ára svona. Já, ég sá að missa það, ég fattaði ekki að það hafi verið það, sko. Voffi að gelta aðeins á Hrannar og svona svolítið að... Heyrðu, Ingmundur lifir, eða? Þetta Tóm... Já, það hefur verið með einhvern stóran stikk og bara, já. Svolítið erfitt að vera Tusk á þessu lane'i, þráttur að Tusk með Rana sé gott lane. Þú veist, en Battrættir Undying, bara svona með þeim erfiðari hetjum til þess að all in á. Þeir geta all in á þig. Býtu, hann með Lotus. Já, og Lotus inn á Mirana. Og fer í Undying.
Bang. Og Stór Lotus, hann dauður á Trummy eða hvað? Ok. Crazy Leprechaun fær killið þarna. Tvöfald drep. Já. Og solo flagbearer. Ég hugsa að þetta hafi verið gott fyrir Radiant, sko. Þú veist, leið og Mirana og Tusk fá ykkur items, þá þetta damage að fara að vera svolítið mikið og þeir þurfa náttúrulega að spila út frá Tombstone sem ekkert alltaf uppi, reyndar uppi núna. Já. Svo erfitt að fara KS 29 lastið, sko, á móti 17. Það smá og 11 næs. Já, og hann var að labba í base held ég, sko. Já. Eða hvað í trippin, hann hefur nabbað á ná í bottle kannski. Já, hann fær reyndar alveg þetta wave, sko. Býtu. Consequence. Hann deyr á undan. Hann fekk ekki XP af killinu og Pudge sem mjög gott fyrir Radiant. Moisla reynir, Moisla deyr. Já. Nei, hvað meinarðu Moisla deyr? Hann bara náði að rútta hann inn í... Já, en þú veist, ég veit ekki hversu oft ég hef séð Gaur ekki ná að lemja mann þegar maður Phoenix, sko. Já, en þú veist, var hann eitthvað? Hann náði að lemja hann í byrjun og var með Nature's Grasp undir. Já, kannski. Hann hefði bara að gera meira damage á Phoenix. Já. En Hrannar fær þarna, þú veist, hann var með 17 lastið staðan og komin í 25. Það strax eitthvað aðeins meira að gerast í honum. Pudge hookinn. Þeir fara út á... Double Decay. Hata Double Decay, sko. Ekki alltaf bara einhver super þykkur undying, bara eitthvað búinn að ná 2 Double Decay, bara 16 strength, bara Ogre Club, bara Sange mætt bara. Já. Ófærandi, sko. Það mjög færandi, sko. Gott hook. Drepur level 6 treðan, sko, það alveg risastórt. Ef þeir ná síðan double kill þarna á... Consequence drepur, ok. Nei. Æjæjæjæjæj. Hann fær wisdomið og... Kestis game held ég, sko. Já. Hann level 8 og 1/4, sko. Já. Hann alveg... Hvað? 1500 XP og undan. Svoleiðis. Já, þeir þarna Mirana allavega með 30. Þessi Lotusar á Mirönu bara huge. Já, hann með Starstorm fastleitinn, sko, sem getur verið góður, sko. Þeir bara vallt yfir á aftur. Já. Manni finnst það svo sem bara að horfa á þetta svona. Ok, húkar. Nei, einhvern veginn svona... Já, ok, Snorri nær honum. Hann solo stikkar. Moisla tanka tower. Kemur Mirana og klínur upp. Já, þú gerir það. Sko, samt 1 point í arrow ekki worth bara upp á farmið það? Eða geima það fyrir þetta, sko. Mjög worth. Let's get the flock out of here, segir KS. Flock of birds. Já. Það verið svona í smá wordplay, sko. Já. Let's get the flock out of here. Hann sortan grínist eða KS. Já. Hver aðrir með eitthvað svona orðagrín voice lines í Dota? Brewmaster.
Gold is a great conductor, hver segir það? Gold is a Great conductor. Vá, ég heyrti þetta milljón sinnum. Mér líður eins og þessi Clockwork, en það ætti að vera einhver rafmagnskall, þannig að Razor. Það er Razor. Já. Væntanlega. Ég hugsaði fyrst eitthvað járnkall, sko. Já. En væntanlega er þetta rafmagnskall, þannig að Þetta er Razorinn, já. Það er mikið af svona kaldhæmislegum setningum. Já. Í Dota, bara svona heilt yfir, sko. Blink Dagger now it's on, það er bara ekkert on. Ekki lengur út í að Earthshaker er ass. Já. Svo erum við með Women and Children and Kunga First. Já. Hver segir það? Segir ekki Tæta? Jú. Eitthvað að gerast. Heyrðu, þeir eru að taka rím. Ok. Og nær störunni? Nei, ég held ekki. TP út. Slapp út. Ok, gott TP. Mikið committað hana. Já, Tombstone líka, 125 kjell á mýrönuna. Já. Fun fact Tide. Hann, í hvert sinn sem hann levelar, þá segir hann einhvern fisk sem er svo alltaf stærri og stærri í hverju leveli. Segir hann, I could eat an octopus eða eitthvað skilur í 12 og svo í 13 kemur næsti fiskur sem er hærra og hærra. Orca, er það þá bara level 23 eða eitthvað? Örugglega sko, ég veit ekki alveg hvað þetta er en það er nýtt fyrir hvert level. Já, ok, ég vissi það ekki sko. Nei, það er skemmtilegt. Ég er bara ekki, ég spila mikið Tide sko, ég hef ekki levelað nógu mikið á hann. Nei, það er alveg búin að tapa í level 4. Já. Let's get risky. Hvernig líst okkur á þetta Pudge gameplay? Þú veist, er eitthvað búið að gerast þarna eða? Hann er með Bracer og Tranquils og Magic Wand. Þú veist. Hvenær heldur hann fáið þennan blink sem er í Quick Buy hjá sér? Ég held að hann fáið hann á mínútu 27. Ég held að hann hætti við að kaupa eitthvað annað. Forstaff, já, Jules, eitthvað. Já. Sko... Sko 4K netto á 12 mínútu er ekkert æðislegt fyrir hlutverkasetrið. Nei, þeir eru með hetjur sem geta, þú veist, splitta mappið, þannig að Moisla bara sér þá alla fjóra, hann bara, það eru 4 hérna. Og búm! Úff. Og lemur. Nei, hann ætlar ekki að lemja einu svona á Moisla. Það bara Vaffi klárar hann á pötsinum. Þessi Treant er eitthvað... er ekkert eðlilega pirrandi, sko. Bara hei, bönnum þessar hetjur á Moisa. Já, hann bara getur spilað 16 kalla í Dota, drullu vel. Já. Það er svona... Einmitt. Pirrandi, sko. Já. Þú ert að banna einhverja hetjur á einhverjum POS 4 sem er svo bara alltaf með meira impact á einhverjum öðrum hetjum, sko. Já, einmitt. Þeir bönnuðu þarna Largo og Elder Titan. Þú veist, ég skil alveg að nenni ekki að spila mútið Largo aftur eftir fyrirleikinn, sko, en það geðvikettja, sko. Já. Elder Titan hjá Moisla er bara... core, skilur, þú veist, hann nær miklu impact með þessa hetju. Já. En þessi Treant, hann er alltaf á réttum stað, vision og bara búið til pláss. Annarkvort eru 4 hetjur að reyna að drepa hann eða hann er einn að sína 4 hetjur og þeir vinna teamfight. Já. Bara annarkvort eða, sko. Úff. Eins og þarna, bara... Ok, Viperinn. Þeir finna Viper, Dauður. vel gert hjá hlutverkasetrinu. Moisla að stela Wisdomi. Já. Aftur er hrannar í smá vanda networklega síðan, sko.
Já, hann samt með jafn mikið networth á 20.000 áðan nánast, sko. Heyrðu, Já, það. þetta er huge kill. Þetta er risastórt. En fer hann að snúa sér? Já, Nei. hann næri sig. Og byrju, þeir kannski ná að festa hann, já, ok. Ef þeir ná móislaða þarna, þá... frábær húk. Heyrðu, þetta var ekki frábært go hjá Consequence, heyrðu, þetta var... rosalegt. How to throw a game 101, sko. Já, svolítið mikið, sko. Horfðu á networthið sem við vorum að pæla í áðan. Já. Þú veist, núna einhvern veginn... Já, bara meira en við vorum að skoða á 3050 mínútu í leiknum á undan, sko. Já. Þetta var 1900 kall í plus og 400 í mínus, sko. Já. Sérstaklega þetta XP change, sko, sem var alveg að hrjáða á, sko. Já. Núna sé ég fram á, ég sé fyrir mér að Mirana sé að fara að taka svolítið yfir hennan leik með Damas. Spurning hvað Mirana kaupir samt. Er ekki lengur bara must að fá sér Deathsowin á kesin, eða? Þú veist, ég held að í þessum leik þurfur svolítið þetta manta sem hann er að kaupa. Já, já, en hann fór í diffu, sko. Já. Ok, solid pickup. Consequence all in á putt sem TP bara út. Og þeir drepa Drömmi á meðan. Bergur deyr. Tusk deyr. Hrannar á TP og kemst út. Ok. 2 for 2. Já. Offlane for offlane, support for support. Já. Þannig að þetta er orðið smá jafnt, anybody's game, sko. Já. Ég er samt hræddur við hennar fugl. Ég er hræddur við þess að með rönu, sko. Já. Það eru pötsir eitthvað að húka ykkur gríp og eitthvað skemmtilegt. Já, þeir eru bara stamum. Hvað er ég að hlusta í? Ég er að hlusta á... Já, þetta er replayið. Já. Ég heyrði bara egg. Skil ég. En Mirana, sérðu, komin í annað sæti í networth, er að fara að tára þarna yfir. Það er í fyrsta sæti nú. Komin í fyrsta sæti, sko. Starstorm er góður farmingspell. Já. Ertu búinn að prófa með raunu core með Axin? Þú veist, aftur. Þetta er náttúrulega búið að fara svona on og off meta síðustu ár. Hvort þetta sé gott item, en þetta, þú veist, Axin á með raunu með E-Blade eða Kaya Sand eða eitthvað. Þetta er ógeðslega mikið damage. En fun fact, ég fór fyrir 2 dögum, spilaði ég mér í rönu fjarka og þá keypti ég mér Axe. Já. Og komst til 25. Já, það þarf level 20, sko. Það var 200 auka. Já, en ég var líka, náði 25 líka, þannig að ég var með 3 örvar og... Já, þetta er ógeðslega mikið damage, sko. Já. En þú veist, bara leið að fara Axin og þú ert að farma eitthvað staðar, þá hendur ör í 8 ykkur creep wave eða 8 ykkur jungle campi, Starstormur á sama tíma, klírar þá það, klírar líka hættulega farmið, skilur þú, örvar alltaf í 8 hættulega farminu og nær einhvern veginn að farma bara svo mikið svæði á stuttum tíma á svona lágu gútt. Og ég láta nappa sér aftur. Já. Er hann að fara í Meteorhammer á Moisa? Nei, hann á leiðin Blink. Sem er gott, sko, og hérna spurning hvort að hann náði fyrir 20.000 mín, hann er ekkert talant frá því, sko, en ég hugsa ekki, það er mínúta í það. Já. Já, hann er á leiðinni Meteorhammer eftir það. Já. Þannig að hann var ekki lengi að queue þetta upp eftir hann heyrið mér. Nei. En þeir eru ekkert með eitthvað svakalega mikið Meteorhammer setup, sko, nefnum bara hann sjálfan. Já, er þetta ekki meira fyrir hann eitthvað í trjánum að pussa út waves? Að Meteor að turna á waves? Jú, ég held það. Trömmi með orkid first item.
Dyer's Ok. bottom Mjög gott á tower móti is Mýrunu under og attack. Ember Spirit og Já. bara Phoenix líka sko. Vantar eitt ekki vindleysana að mínum að þið sko. Já, Bara eitthvað aðeins meira movement speed. aðeins lappar þar. Já. Here comes double trouble. Þeir eru bara nýfjafnir nánast þessir top 3 network gæjar sko. Já, þetta er nefnilega tölvöld meira spennandi heldur en Game 1 hvað það varar. En á sama tíma er þetta frekar svona róleri leikur. 18-18. Shadows take us. Bara ykkur kill. Ó, býtu, og núna er að fara að koma eitthvað. Moisla Og bara... það er frábært dust hjá Moisla. Ó, geðveikt út. huge ulti. Beint inn í KS. Drepur 3, Hrannar kemur aftur. Ó. Vá. Staðsetningin á þessari Moislu. Já, Dónaleg. já. Vá, Beint í geðveikt Tormundar. dust, sko. Og geðveikt ulti, var þetta ekki 4 manna ulti eða? Jú, þetta var bara Moisla að karja hann að fæt, sko. Já, þú veist, maður sér ekki Trent gera svona mikinn skaða sko. Nei, 1300 damage Trent er galið sko. já, það er alveg, Visibility. það er heill Phoenix eða eitthvað. Ég held að Phoenix sem er svona 1600 HP right now. Ég held að það er 1454. 800. Hann var að kaupa... Já, Þetta var rétt hjá okkur báðum. Já, þetta er heilmi rana af damage frá treðan. Heill tösk. Mhm. Ok, hann er að stela. Dire scanning. Ok, þú fær góð að stakka þannig. Is under attack. Hann er á leiðin í movement speed allavega. Hann fer í monta á bat. Vindleys í pókanum, hvað finnst þér um það? Það er alltaf leið. Tilbúinur Nei, ég myndi skipta út þessu diadem eða hvað það er. Hverjum er ekki saman með einhverja stat þegar þú getur með meira movement speed. Radiant's meina, middle sex? tower is under attack. 6 stats á Diadem. 6 all stats. Já. Eða 5, ég man það ekki. Nei, 6. Ekki 6. En Herru, hvað- Ingmundur Deyr. 20 movement speed á hægustu hetju í Dota. Það er bara, þú veist, er þetta ekki 20 eða 25? 15? 15. Já, ok. En 15 á... 15 movement speed á Viper er bara eins og Boots of Travel á Skyrað, skilju. Skilju, þetta er bara Radiant's bottom yngrem, þú voru að hugsa þetta í, sko, exponential Já. movement speed, sko. Viper er bara óstöðandi þegar hann er hraður, sko. Bara vængir sem virki ekki á Viper. Já, Radiant structure. Hann fór líka En jú, jú. væntast á Viper. hann er að klára, hann mun setja þetta upp í item slottið sitt þetta smá. Komum matta. Ok, Moisla í vil bobba. gert þér hann að finna hann, en þú veist, er follow-up, já. Phoenix er þarna með slows og bang. Mjög gott. Trummy finnur hann. Og það er Jules. Ok, þú veist, Hrannar er bara cooked. Já, búm. Þurfti ekki einu sinni að nota lasso. Þetta Orchid pick-up mun vera vesen. Já, Þetta hann er að neyðast í Jules sem mun síðan einmitt ekki gera mikið sko ef hann nær. Nei. Býtu, nú högtur eitthvað. Brosið. Leikurinn er búinn. Já. Er þetta bara 2-0 rím eða? Við Það er smá technical difficulties hérna. hljótum að fá. Já, kannski er þetta... Nei, býtu, þetta er eitthvað kominn aftur. Já. Ég sé allavega leikinn hérna hjá mér. Já. Ætli hann sé ekki kominn á skjáin hjá áhörðundum aftur. Jú. Annars þurfið bara að hlusta ok. og giska hvað er að gerast. Já, þú veist, þeir heyrðu hana. Það var líp frá Mýrunu og svo
ultið frá Pudge. Þeir voru að borða Viperinn og drápa hann. Þannig að Mirana er komið með 2 stakka í Death-Zone sinn á samt Manta stæl. Herru, þetta er líka bara komið aftur. Það er flott. Hann ætlar í sjardin á Ingmund. Já, mjög góðu sjard. Færð Auka líf og meira attack speed. Já. Þetta er eiginlega bara must á carry með raunu. Eru öndæðingi snóðaður? Já. Og nakinn. Býtu, þeir lassoa en eiginlega einhvern veginn ná engu. Hann næra Júla og býtu. Ok, þetta er það sem ég er að segja. Þetta er counter á Kies. Já. Húkan! Kies má ekki snúa sér. Nei. En það breytir engu, ég heldur þetta að drepa hann. Já, en gott ult hjá Moisla. Heyrðu. Lifir hann? Hann lifir. Hann fór að chilla inn í tombstónun. Já, hann er með 12 HP sko. Þetta er líka 5-star hotel. Oh my, 5-star hotel to rescue. Já. Já, þetta var samt. Akkur er að tippa töskana? Var ekki töskin að snúa þessu snorra moment? Ange. Radiant's middle tower is under attack. Herðu, 14.000 network lead á Rím. Það var 13.000 fyrir hann fight sko, þannig að þetta er ekki mikið. Nei, en bara ég er að segja. Yngvi drepur Moisla. Hvað, er hann með vision á honum? Skilju, hvernig, já, hann var á dust í loftinu hana. Já, ég sá dustið. Þeir geta alveg ennþá karrið á þessari Mirönu, sko. Ég sé ekki alveg hina supportana vera Þeir ætla að finna ykkur hina kórana vera eitthvað svona winning faktor fyrr en, þú veist, það mun koma eftir á. Kannski. En Mirana þarf að kasta út þessu damage núna, sko. Fær shield rune. Trömmi. Þeir eru mantastæl líka. Já, allir mantastæl. Góðu mantaleikur, sko. Trömmi fer bara og flýgur út á mappinu. Alvöru Tumblers Toy. Óheppilegt blink. Hann á ekki eld til þess að gera neitt. Og hookinn, bang. Hvernig fekk Mirana killið? Hvar var Mirana? Ör. Já, inn í. Ég sá ekki öruna. Var til að heyra komst þarna. Húkan, öri mín er að koma. Já. Aldrei að Yngvi myndi segja það. Húkaðu! Það væri bara, ég er að húka. Og örin er hvort er á leiðinni, sko. Herru, býttu, þeir finna þeim daginn. Herru, þeir ætla að fara að svara. Já, veist, Rím. Fara í Rós. Bara go Rós. Hætta að elta, þú með Júls og Örn. Já, þeir fara í Rós. Mirana Eikis hérna er svona 7k swing og 5-mana. Nei, ok, wow. Nei, býtum Voppi fær Eikis grínast. 7k swing is gone. Já, þetta grínast. Oh my god. Já. Þú veist. Ok. Þetta er samt ekki búið, þeir eru eitthvað að berjast. Já, en þetta eru Tusk og... Já, þetta er búið. Já. Þeir ekki breykið þetta, sko. Býtu, mér fannst þeir hafa nægan tíma til þess að taka Rossana. Undying náttúrulega respawnar út af innitinu, en... Ég veit ekki, voru þeir svona tæpir? Þeir fengu Ross killið og Eikisinn, sko. Já. Þetta var alveg... Við vorum einmitt að tala hvað þeir gætu verið að koma tilbaka. Já, ég held ekki lengur, sko. Bara... I'm sorry. Ég fíla það... Ói, hann er að fara í tréð hjá Moisla. Ég var með að pæla hvernig hann var svona snöggur inn. Já.
Það var að setja Moisla 3 og hann bara kablim mine. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is falling. Ok, Væpendur, nær mér rann út. Já, mér rann nær út. Heldur áfram samt. Býtu. Nei, mér rann að deyr. Í loftinu. Hann hefði geta... Hann landi einu sinni í viðbót of oft sko. Hann hefði geta lípað út og átt ör á dauðan Kes með... Já, þú veist, þeir hefðu mögulega að drepa hann tvisvar hana. Og... Býtu, að drepa hann tvisvar? Þeir drepa hann aftur. Ná Kes. Það risastórt. Og hann brjálaður á Kes að skrifa á mappið. Já. Radiant's top tower is under Sannar allt í hennu kom með bara networth eins og hann sé ekki Bob 12. Já, þú veist, bara, þú veist Radiant's top tower. hann getur gert eitthvað með þetta gull sem hann fekk allavega, sko. Þeir voru eitthvað að tippa hann, Crazy Leprechaun, og svo bara eru þeir ekki ennþá búin að drepa hann og hann er bara... Já, býtu. Alltaf í allan tíma. Hann getur... Nei, hvernig deyr hann úr einu... Fucking decay þannig. Under attack. Radiant are scanning. Nú sjáum við hvernig þeir ná honum aftur. Ég skil ekki hennan leik, sko. Þú veist, hvað er að gerast? Akkur... Óóóóó! Já, bara hvernig þeir drápa hann. Já. 8 monster kill. Are scanning. Mjög stórt. Já. Yngvar leiðin í Satanic. Hérna... Allies disappear. Já. Nei, ok, býtu við, hann hendur hann niður. Consequence. Dauður. Yngvi gæti verið í hættu, sko. Já, hann er dauður. Dauður Yngva. Drepa samt 2 kóra. Keisla er bara með 12.000 HP. Voppi mættur. Já, og Hrannar ekki með Remnant. Ekki með 7 stygg í hann. Já, veist, hann á ekki... Ok. Hann er dauður. I'm sorry. Já, það var smá awkward, sko. Mirana var komin að það lengst frá þeim og er náttúrulega bara með 1700 HP og deyr samstundis. Já. Í Undying ult. Has fallen. Dire's middle Ok, tower. þeir eru ekki í hægrandi, það er ennþá langt í næsta ros. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. En þeir bakka, þeir ætla ekki high ground. Ingmundur kominn inn og Ember Spiritinn heimsækja í hann, þannig að það er Dire's kannski middle sniðugt. tower is under attack. Mér líður svona... Radiant's bottom tower is under attack. Mér líður svona eins og ef Dire tapar einum stórum fight þá getur þetta alveg fara að snúast. Já. En hérna... Stórt ef. Já, þú veist, ef ekki þá er þetta bara Dire bara að fara að klára, sko. Ok. Þeir últa á mýrunu. Hann er komið með Meteor á leiðinni í Hex. Ég sá gem eitthvað staðar á hann, ég veit ekki hver var með hann. Radiant are Í Radiant held ég. Já, býtu, hann basically finnur hann. Þeir skönnuðu þetta á fundan. Já, en það er 4 manna smóka á Dire í staðinn. Þeir eru eitthvað smeykir, þeim grunar eitthvað og þeim grunar rétt. Já, fara ekki bara í torm með það? Bara freak this og taka torminn. Alltaf easy þúsari og shard, sko, þetta er 3k networth. Já. Taka inn torm, sko. Jú. Hver fær hann? Voffin.
Ég veit nú ekki einu svona alveg hvað hann gerir. 100% lifesteal. Og stun, breytir þessi stun. Ok, ef þú ert bak við hann þarf að segja. Ok. Ekki amalegt fyrir hæst net worth. Já. Að fá frían shard. Já. En ekki hvað. Swifter than ever. Núna Mirana að svona feels underwhelming. Já. Þegar, þú veist, þegar hún ekki að leiða bara hvað á Mirana að gera núna. Hún þarf að fá að lemja svolítið frítt svolítið lengi. Dire's top tower is under attack. Ok. Ok, þetta var smá crazy egg, sko. Já, þetta er bara useless egg út í að það er ekkert follow-up, sko. Nei. Drepa túminn en, þú veist, swingin að missa á hooki. Ok. Kjessin. Já, þú veist. Kjessin fekk að snúa sér. Þetta er bara búið. Já. Eða hvað? Kjessin er ekkert... Það er Mirana actually að fá að lemja þarna. Þau splitta Kjessin er fætinu að fara að nokkurlega á deyja. Radiant, þannig að Mirana er að lemja á fullu en Undying, Kjessi dauður. Undying dauður, lifna við, gerir ráð fyrir. Já, Trummy. og Trummy dauður sömulegis. Er hann að fara að deyja í þessu orkidið eða? Nei, hann lifir. Herru, ok, vel defendað hjá Radiant. Já, og drepur Moisla. Þetta var rosa sving fyrir Radiant. 5600. Já. Þetta er 6,5k munur, sko. Einmitt. Og Mirana nær level 25 er alveg rosalegt, sko. Klára sig tanikinn og bara komið góða liði fyrir næsta item. Hvernig eru aftur talentinir í level 20 á Mirunu? Það er base damage, alveg rétt. En að öllu líkindum tekur samt Carry Mirana multishot arrows frekar Moonlight Shadow cooldown. Já, ég myndi nú halda það, sko. Er það ekki? Er það ekki bara, þú veist, það er svo góður zoning spell. Líka bara, þú veist, segjum að þú skjótir tveimur örfum í 2 gauð, eða þú veist, þú skýtur náttúrulega 3, en segjum að þú hittir 2, þá er bara 2 gæðir stunnaðir í 3-5 Já, þú veist, það þarf ekki einu svona að vera að þú hittir til þess að gera eitthvað gagn. Bara að þú nærið að zóna með að kasta út 3 örfum. Láta það eitthvað hlaupa í hringi og eitthvað. Já, bara svona, þú veist, þeir þurfa að positiona sig astanlega ef þeir ætla að fara upp high-groundið allavega á móti Miranu, sko. Já. Og sömuleiðis þegar Mirana púsar upp high-ground þá þarf maður að vera á varbergi. Ok. Fær Mirana arrow og bara dauður, já. Þetta er skaði. Já. Og hann deyr líka. Ok, mantað. Býtu, notaði hann arrow. Hann lifir. Já, hann notaði arrow í mantað. Voffi mættur. Það er egg uppi. Cancela. Snjóboltaði burtu. Það var nú ekkert það góður snúningur. Egg í burtu. Mirana geti klínað upp hérna. Nei, hann er lassoaður. Og silenceaður. Hann á Satanic og drepur Voffa. Ok. Voffi bara hendi í R-ið sitt strax, ég veit ekki alveg. Já, hann náttúrulega, hefði hann hitt fyrsta R-inu, hefði verið næst, en hann hitti því bara ekki. Að snúa sér á Kes. Já. Það minnst það meira save ability, sko, til að bjarga sjálfu þér. Heldur en damage. Þú veist, já, en hann var að fara að drepa þá, hefði hann ekki verið stönnaður að tösk í byrjun. Það hafði hann gert mikið damage. Ok, náðir. Moisla. Ok, hann deyr fyrir það. Ef þeir ná síðan... hann eyðir lífi í þetta. En hann er að cancela lífinu. Allt í hennu eru bara Radiant. Já. Að snúa þessu við. Þetta er það mikið swing. Já, sjáu þetta. Þetta er bara orðið jaft, sko. Já. 50-50. Já. Og hann er komið með butter á Miranu. Þannig að senda það á sig. Já.
Er Rósi uppi? Já, Rósi er uppi og Mirana fer bara beint í Rós með bötturinn sinn, hoppar klang, 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 klang. Tusk Mirana er náttúrulega ennþá eins og bara á mínútu 0 ógeðslega mikið damage, sko. Já. Ok, hvað kaupir Kesi hérna til þess að er Kes að fara í Er hann með BGB, eða? Er Kes með BGB? Nei, ég held ekki. Ég held sem með Axe fekk hann að frían Shard og hann var með Diffu. Já. Getum við fengið að sjá Kes items aðeins aftur? Nei. Kes er Reno. Við viljum hvað sem er ekkert sjá hvað Kes er með. Nei. Jæja. Ja, ok. Nei. Kes er með ykkur items. Hann er með Diffu. Hook á Undying. Þetta er það sem ég fíla ekki við Undying offline, ég hef spilað það eitthvað smá. Er að þegar maður er ekki með ultið, þá er maður bara einhver prump. Já, sem betur fyrir er þetta Undying fjarki. Þetta er Batrider offline. Herru, ég var bara komið með punkt og það er líka drullið svona yfir mig. En Undying er, þú veist, það farmaður að hann er bara með jafningi networth og Batrider, þannig að ég skil rugglingin. Já. En já, maður er svolítið dying. Þeir að það í puttinn. Ok, Hrannar að kontróla fínt með ultinu sínu. Moisla er dauður. Radiant með ekki verða too cocky núna, sko. Nei, þeir geta alveg mjög fljótt tapað þessu momentum sem þeir eru með, sko. Já, það er samt sem áður Aegis ennþá 3 mín á mýrununni. Já, ég heldur. Þeir klári Þeir beita glyffið. Rakt með þessu frekar auðvitað, sko. Já, og glyff er allavega það er náttúrulega reflexast til fyrsta raks, en Eru ekki búin með glyff? Nei. Ok. Það eru bæðilið með glyff uppi. Já. Jæja, fáum að sjá hvað Kes er með núna. Já. Herri, það er BGB næst. Jú, hann er á leiðinni BGB. Já. Það er að fá sér BGB. Er það ekki bara orðið á seint, eða? Er ekki bara þessi raks? Þú veist, þeir voru með 21k netið og borð lít á þann og þeir eru með 3k núna. Já. Þannig að þetta getur bara vel verið á seint, sko. Ok, bara Pöts dauður, aðrir típi út, fínt. Þeir bara drepa Pöts og geta ekki meira. Já. Hinn er bara flýja, það er bara fínt. Mirana var löngu búinn að típi á bot. Þannig að Radiant væntanlega fljótir að ákvarða að þetta væri bara get the fuck out. Já, hvað ætli sé á kúrjörnum? Hann fer í hann fer í læra cooldown á ultinu, en ekki 3 arrows. Það er reyndar, það er bara komið skati í Já, hann er með Eye of Skadi í backpack. Ég meina, hann þarf að backpacka eitthvað. Já. Nei, hann að koma útsönnir. Það er gott á móti Undying og hérna Kes og Treant, já. En já, ekki Soning Triple Arrow. Nei, hann vil ég hefði 30 viljað cooldown á ultinu. En það, þú veist, þetta ult er insane, sko. Já. Og hann, eftir 2 level fær hann evasion í level 27, eða hvað það er. Já. Fær hann hana 20% evasion meira. Sér þetta damage? Nei, hann ennþá 40 sekundur eftir að Eiki, sko. Þeir eiginlega bara gefa Radiant góðan fight þarna með að leyfa egginu að koma. Drepa Tomb. Hann á ennþá Aegis, hann getur tankað svolítið á. Ok.
Eða ekki, bara allir út. Finnst bara orðið erfitt fyrir þá á dagir að drepa sko. Já, þeir geta drepið Pudge. en þá, þú veist, geta þeir drepið Pudge eða Phoenix eða eitthvað með að all-in á þá. Já. En Mirana mun bara, Þeir vita Moisla. já, og þeir drepa Moisla, missa Arrow, Pudge að tanka, drepa Pudge en það er mikið nota á hann. Og Mirana hleypur inn á milljón. Mirana hatar Undying, hún ætlar alltaf í Undying. Já. Það er buyback á supportunum í báðum liðum. Ok. Páð. Moisla með BM-boss for sure, sko. Misklikk. Nei. Remake. Hljóma smá eins og ég veit ekki hvað er að fara að gerast. Hvað? Að hann sé að fara að tapa þessum leik. Við remake. Já. En, þetta er ennþá jafnt. Já, þetta er jafnt, sko. Herru, þessi kúrier, hvað fær hann í einhvern? Hver á þennan kúrier? Við viljum líka sjá það, sko. En þetta er Hrannars kúrier. Hann fær ekki háa einhvern hjá mér. Þetta er bara einhver 2012 kúrier sem fær 2 af 10 einhvern frá mér. Þú veist, þessi er nettir, sko. Já, já. Fuglar að halda fugli. Já. Svo er það bara classic drekinn, not for sale. Heitir drekinn. Þetta er líka einhver anime kall, sko. Þessi er nettur. Þessi er bara allt venjulegur. Bara allir eiga þennan, sko. Hann er með þarna iteminn í bakpakkunum, sko. Já. Jóla. Jólin eru búin. Já. Propeller hundurinn. Það eru lamin doppa og lemjan. Já. Það eru og þessi anime hundur aftur. Það eru þessi maður. Já, með sama tanngarð og þú ert með, Aron. Já, ég er að pæla í tanngarðinu með mitt, sko. Er þetta bein tanngarður eða er þetta lifestealer tanngarður? Þetta er Clarity addict, hann heldur á Clarity. Já. Já, þetta er bara ég, sko. Bara ég brosandi út af eyrum. Já. Þessi kúrier er að fela sig. Já. Er þetta einhver rare kúrier? Akkur hérna not for sale hjá hérna Já, einhverjum? Þetta er Jack Hero, hann er með fire og ís. Já, hann er búinn að skýra not for sale eins og allir segja eitthvað Hey, can I purchase your kúrier? Já. Herru, go when ready. Þetta er langur kúrier. Já. Hann er ekki með mikið pláss fyrir items á sér. Nei. Hann er smá eins og Mushu í Mulan. Já. En mér finnst svolítið Mirana með 30k net worth. Það er sinnum það er meira heldur en 30k net worth á Kes. Já, er það? Þú veist Ég hefði viljað sjá Daedalus á henni í staðan fyrir Skadi. Hún er að gera svo mikið damage. Hvað þá að gera bara hella damage? Ok, fyrir hún ekki bara Daedalus eftir þetta og í stað fyrir boots? Jú, kannski. En já, bara, þú veist, þetta auka attack speed sem þú ert með gerir bara hetjuna þína með no net worth svo mikið betri. Já. Bara svona öfugt við Alchemist er með 50k net worth en þú ert Alchemist, þannig að þú ert ekki með endilega styrkleikan á bakvið 50k net worth. Já, núna er pásan búin, nú eru allir svona off, maður gerir alltaf mistök eftir pásu. Hver gerir mistökin núna? Já, enginn eins og það var nú ekkert að gerast, sko, þannig að það er erfitt að gera mistök þar, sko. Maður gleymir alltaf bara hvað er að gerast. Já, þú veist, bara versta er bara eitthvað svona cancela TP óvart og því maður glemdi að vera pása. Já, óþolandi. Ok, þeir eru sikkur með einu mappinu. Já, Torm. Já, þeir eru bæði liðin að pæli því. Nei.
Það er bara Radiant að fara í Torm. Þeir klára hann á 5 steg. Nú fær Pötsan. Byrjuðu 12. Já, þú veist, þeir byrjuðu 13. Þeir voru 2 steg með Tormin. Góður Pöts. Já. Og þeir hljóta að pinga Moisla þarna. Já, þarna. Sjá að það sé eitthvað burn. Býtu, en dang að Ward þarna. Og hann blikkar út. Arrow er vitlaust og TP út. Og ég held að það hefur séð hann kannski í split sekundan á það fugglinn er með gemmin. Er fugglinn með gem, já. Já. Hann er með a gem of true sight. Ok, það eru... Hvorugt liði vill gera mistök núna. Ein mistök hvoru megin og þetta getur verið búið. Ok, ég held reyndar að Radiant eigi mögulega inn í 2 mistök núna. Já, ég held að það sé rétt sér að það er 1 mistök og þetta er búið. Og þeir klára, sko. Já. Það er ekki langt í Rose. Það var að Lotus Factory á Battrætar, sko. Já. Það er ekki mjög pláss fyrir meira, sko. Moisla push út lanes, en þá, ef þeir drepa Moisla hérna, þá náður að, já, sjá hann, bang. Skrra! Herðu, náður honum. Og Hrannar. Hrannar lélur að vera með cooldown og chains þarna. Já, frekar lélegt hjá hann. Já, ég hefði ekki verið með cooldown og chains þarna. Dire's courier has been killed. En Hrannar er búinn að koma sér vel inn í leikinn eftir, sko. Já. Þú veist, hann var í smá möttið þarna í byrjun, sko. Já. Held líka bara að vera vera á móti Kes sem Ember Spirit held ég ekki gott. Nei. Hann bara þú ætlar eitthvað lemja eitthvað creep, hann nýtur á kú, lemuðu 2 svar og kúið þitt lemuðu 2 svar. Nei, kúið hans lemuðu 2 svar. Þetta er... Og svo ertu eitthvað að blæða eftir það, þú veist, þetta er glatað, sko. Já. Ég hata Kes. Já, Kes er pirrandi, sko. Arrow, down the middle, fyrir Vision. Ok, ég get lamið tower. Já, turnin er bara farinn, skilur þú veist það. Það fer framhjóðan daginn en beint á Kesinn sem fer inn í tóm og er döður. Kes er döður. Og Viper döður. Kes buyback. Þetta er not looking good, sko. En þessi húk, maður. Já, hann er með Aetherlands og greinilega hérna neutral item, já. Já, þú veist, hann er með eitthvað. Nei, what? Mér fannst það að vera mjög langur húk. Já, hann er eitthvað búinn að setja fleiri hlekki í keðina hann. Hann er náttúrulega með, sko, shardin sem gerði meira damage. Já. Mér fannst þetta lúkka nefnilega fyrir að vera annarkvort langt eða mikið damage. Þetta var alveg svona, já, góð krókur, allavega. Ég vil langa mér í Flayers húk krókin aftur. Já. Risa krókurinn var æðislegur. Já. En það var galið, sko. Þetta gem pick-up er bara búið að snúa. Új, hefði þetta verið Arrow og hann hefði dáið aftur, þá var þetta bara búið, sko. Hörru, krókur! Hann er orkidaður. Egg. Hann á ekki egg núna. Új, hann var 1 sek í egg, sko. Hörru, Battræti döður. Þeir eru eitthvað að elda Moisla þarna. Moisla þannig bara króaður út í hot. Túmbúið, þeir TP út á... Konsekvens er rétt svo slapp hana. Já. Bergur átti gott dive þarna en það var 1 sek í egg. Það var svo gott egg hann og á hæggrannari. Já. What a turnaround, sko. Já. Mjög vel spilað. Ef ég myndi tapa núna á Radiant þá var ég andlega búinn á því, sko. Já. Líka bara Moisla með 9k network. The prize is mine.
Já. Какое же это Þú veist, sem мясо? eru örugglega bara allt í lagi. Eða skilur þú veist, hinn eru bara svolítið mikið farmaðari. Já. Já. Og, Þetta er þetta 50 mín blinkdagger meteor hann verður, hann er ekki með meira en það sko. Arrow fer í Undying, Þeir eru ekki að ná að drepa pötsinn sko. Nei, drepa Undying, Allt og lengi að drepa búið. pöts. Dieback á KS. Consequence, döður, hann á buyback. Og döður. GG! Vá, 1-1 í þessari seríu. Þetta var rosalegur seinni leikur. Það er rosalegt. Radiant Hlutverka setur Victory. Já. 1-1. Geggjaður leikur. Geggjuð sería. Já. Mér fannst hérna í fyrirleiknum einmitt, þú veist, mér fannst eins og hlutverkasetrið væri ætti meiri sens, en bara svona ef ég miða við bara hérna úrvalsdeildina fyrr síðasta haust. Já. Þá voru þeir einhvern veginn ekki jafn samstígandi og þeir virtust núna sko. Þannig að En vel gert. ég held bara að þeir hafi til dæmis bara ofhugsað þetta með picksin í Já. Game 1 sko. Já, það get Þetta var bara eins og voru aðri spilarar við hendi þarna sko. Þetta var allt annað dæmi sko. Já. En á tímapunkti voru þeir bara valdi yfir þá sko. Þú veist, hérna akkurat Já, ég var að tala um í Game 1 sko. Já, nei, ég er að tala um í þessum leik voru Dyer að vinna. Já, bara, ég held þeir Afgerandi, voru sko. bara, já, ég held þetta væri búið. Þeir voru Ég með líka, sko. 21k network þarna eitthvað. Þeir voru að verða svolítið kesaðir sko. Já. Og Pudge einhvern veginn svona næri ekki impactinu. Nei. En svolítið erfitt að vera Pudge að ná okkur impact þegar Allt er í haki. Já. En hann kom svo sannlega með impact með góða húkaðan í lokin. Já, sko. þessi húk á KS þarna Já. var rosalegur sko. Undying hefði eiginlega bara átt að hætta, hann hefði eiginlega bara átt að tanka sko, eftir aukja. Hann náði að dodsa henni en þá fór það í Já. Já, þetta var pirrandi sko. En meina, þeir hefði bara báður átt að labba í burtu frá húknum. Já, þú veist, það er argumenti á Undying sko. Já, bara út að færa það líka. Já. Það var lengi styttra fyrir mig að þurfa að færa mig sko. Já, en fyrsti leikurinn í deild 1 fyrir 1-1. Já. Gott fyrir öll liðin. Já, og svo er viðregn á morgun. Já. Milli okkar og hérna TSR. Já. Þetta er bara allt að fara í gang núna. Já. Og það verða fullt af leikjum til að horfa á núna. Já, ég held að sé líka einhver leikir í vikunni og já, þannig að það er gaman að fyrsti leikurinn í fyrstu deild fari 1-1. Svona þannig að sé ekki eitthvað svona afgerandi eitthvað að fara að taka fram úr. Nei. Þó að hérna mun örugglega gerast. Já, mun örugglega gerast. Eftir 2-3 umferðir sko. Já. En hérna gaman að hafa þetta spennandi. Já. Eins lengi og við getum tekt það sko. Já, sammála því. En MVP í þessum seinni leik? MVP í þessum seinni leik, segiru? Það er náttúrulega bara Mirana. Já. Er það ekki alltaf þessi karriða mitt? Jú, en þú veist, núna líka bara, þú veist, hann náða í erfiðum leik að halda góðu farmi, sko, þessi húk þarna, sko, skemmtilegur. Þetta var rosalegur húk, sko. En jú, þú veist, Mirana ná að vera svona förmuð í erfiðum leik og sína það með góðu damage. Já. Það áskilið MVP. Já. En þangað til næst. Já. Það er bara leikur á morgun. Leikur á morgun. Einhverstaðar strímaður. Já, vonandi. Ég gerir það fyrir því. Já. Svo eigum við eftir að sjá svolítið að í annarri deildinni. Ég er ekki búinn að sjá leik þaðan, sko. Nei. Það er eitthvað að byrjað, sko, að sjálfsögðu. Já. En ég er ekki búinn að sjá leik þaðan. Ég held að þessu deild verið mjög spennandi. Já. Og það er svo gaman að hafa svona 3 deildir að maður er með, hérna,
það er bara 3 HM í gangi í einu, Þrjú HM í sömu gangi, íþrótt. já. Það er bara allt að gerast, þannig að Uppáhaldstími ársins fyrir þig. já, 3 HM. handboltinn var að klárast, Já. beint í 3 versjóna HM í Dota. Já, Þannig að bara þangað til næst, takk fyrir okkur. já, takk fyrir árið. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Is under attack.